live núna. Ok, ég fyrir beint að lista Já, þú mátt eiga fyrsta orðið, þú mátt kynna einn þáttinu ef þú vilt. Já, drengir, núna. Já, góð, Þú eru að kveika þarna líka. Heyrst alveg. já, láttu það. Góð Hákon. You horny motherfucker. Nei, ég heyri ykkur bæ. Já, það er 5. lótan sem heilsaði ykkur á fallegum vikudegi. Það þáttur númer 193, setið óðfluga í Big 200. Já, Just Party verður það maður. Það verður Just Party, en talandi um Just Party, það er Just Party helgina. Glacier Fight Night 2 og fleira gott, en ekki sem við þurfum að spá í. En Glacier Fight Night, komið góðu gestir í stúdíóið, það er Kitty, hashtag Instagram Kitty og Ísak Vex. Velkomin þáttinn Ísak. Það verður. Maður færa mækir aðeins nær munninum, mástu, þetta var... He's a virgin, you know. He's a Ekki, já. virgin, you know. Ísak aðeins láta eins og hann sé Ég að... held að bara fínt að þessi virgin á eitthvað BBC í smettubíl. Það er ekki bara svona. Þetta heyrði. Svo þetta þetta er sko, gott. Kitty mættir þátt Sko, beint fyrir framan túnlan. Beint fyrir fram. Já, beint fyrir fram túnlan og svo máttur heifa hann arm hérna svona. Já, hörrus. Já, Ef það er einhver ung börn að hlusta, það slökkva núna. já. Kitty mættur í Það stúdíu. er bara ekki ég að tala um Og- BBC sko. Sko, þetta er eiginlega Kitty og Ísak saman sem ég vissi ekki að væri svona rosalegt dýnamískt dúó. En, Nei, það myndi koma þér óvart sko, við kynntum þessi skólaglímunni. já, Ég held að hafi svona veldisvaxtar áhrif á hvern annan. Þeir eru svona báðir svona óviðandi. Óvegandi. Veistu hvað, ég var að tala vel um nonna þegar við byrjuðum. já, Segð mér meira um það. já, það var svona, með að við þeir vorum svona hitu upp og aðeins að setja upp stúdíói, það var svona eins og þeir var að espa ykkur heilabilun upp í kröðurum, sko. En, hérna, já, ég er spenntur fyrir þessu. Já, takk. Þetta verður eitthvað djöfis veisla. Hérna, já, við ekki bara venda okkur í, hérna, Glacier Fight Night. Let's do it. Er það ekki bara? Algjörlega. I like En- this. Deilir sér Áður en við fyrir alveg all-in, þá ætlum ég að minna á að þátturinn er sjálfsögum með stuðningsaðalega. Langar að byrja að æfa bardagþurftir, þá er Reykjavík MMA svarið, ný grunnnámskeið hverju mánuði, allar upplýsingar inn á rfkmma.is. Taktu skrifa að byrja að æfa á Viðarhöfða 2. Hámarkað svo árangurinn velja með yngling fæðibótuvörum, sýrljaditt, náttúrulega styrabústara, sveppablöndur og fleira. Vara mánaðarins er skýr hugsun, sem að, já, veldur skýru hugsun. Eins og við máttum búast. Þið fáið 15% afslátt með kóðunum 15 lotan 15. Ekki láta fram hjá ykkur fara. Hvað er kassin honni? Herra, hann er heima á eldursporinu. Hann er heima á eldspórnum þínu. Þess vegna eigum við bara eina krukku eftir af hérna ræsinsveppum sem að, End fight, strákar. já, sem að strákandi geta slegist upp á lífa og dauða. Óhó, 90 hylki. Innhald í dagskræmdi 2 hylki, hashtag RTS. Já. Ég geti notað Tek þetta. ég á hverju mótni? Já, hvað gerir þetta? Ég er bara ekki viss nákvæmlega hvað ræsinsveppið þið gera í allri sveppaflórunum minni. Nei, ég tek alla þessa sveppi. Lionsmane, Reishi, Shaka og Cordyceps. Þú gefið sagt í sveppaflórunum minni. Já, Það hljómar ógeðslega í það. og ég fyrir að hvort all in, það bara, ég veit ekki hvað neitt það sem gerir svo ég tek þetta allt. Það er ekki Stuðla ráðabelgótt. að ró, jafnvægi og halpa til ála. Já. Þetta hefur áhrif á hausinn sko, þetta hjálpa mér svona brain fog og svona. Já, djúpri slökun. Ég geti líka gert það sem Nonni gerir, hann byrja á morgunjóka. Já, með kæristinu sinni. Sound healing. Það Já. hjálpa líka hann með róun á hausnum. Einmitt, soundtailing og morning yoga með kóninistokku. Ég mæli með það. Takk. Kitty, þú vil kannski... Já, ég var alveg til í að prófa þetta, sko. Já. Þú kannski konuna býður snemma. mér. Ha, Þú kannski býður mér. á ég bjóð... Vilt þú koma að vera eitthvað svona þriðja kjóli í einhverjum morgunyoga hjá mér? Já, nú að tala um við tveir. Já. Já, menn, ditcha konuna og taka þig inn. Ég ætla ekki að fara að kökka, sko. Nei. Það er sant, það væri þér líkt. Herri, hérna, það er mikið sprell í stúdíónu, en við þurfum samt að vera fagmenn og ræða stóru máli. Yes. Það er rétt. Kitty, þú er búin að sjá um samfélagsmiðluna og mikið svona umstang í kringum Glacier Fight Night. Það er örfáð miðar Mikið eftir, eða ekki? Jú, ég sko held að þeir séu undir 40. En þú veist, ég er ekki búinn að tjekka updatein í dag. En bara, það er að senast sem mann. Það var einhver bætt við það ekki, þetta var Jú, stækkað. jú. Já. En svo, þú veist, þarna, já. Svo veist, miðarnir eru munu seljast upp, skilur. Góðu sæti er náttúrulega farin, skilur. En Já. eitthvað af þessum hlíðastúkum, skilur. Einmitt. Ég held sko, þú veist, náttúrulega horfir yfir stúkuna svona, ég kannski vill ekki hliðasætin skilur og svo allir er búin að bíða eitthvað svona með þetta og svo bara fuck, nú þarf ég bara ef ég ætla að ná þessari stemmingu það bara, þið voru náttúrulega í Ásbrú og heyrðu bara rugglið Þetta var sturlað. Já,
Ég sko ángríns held að þetta sé besta svona stemming sem að hefur bara verið haldin bara nánast í Evrópu því að það ekki margir staðir ég fara á UFC, ég fann ekki sama svona já, þetta svo mikið að þetta svona Ísland á sitt landslið og sína bardagamenn og allir elska Íslendingana en þegar ég fara til Bandaríkjana skilur þá svona já ok, þessi býr í Nevada, ég býr í Flórida það drull, en Ísland svo lítið og þykir svo væntu hvort það allir svo svona, skilur, horfa á mig ég er að tala sko, tvo opna lóa setja krumlu saman og kremja já, þetta eins og að fara í krumlu við sjálfum sig já, þetta svona já, en það með málið, skilur, svo það bara einhverjir mósvellingi eins og Hákon bara, Mósó, skilur, það bara einhvern næsti bær og þetta svo nálægt manni, skilur en sko stemningin Ásbrú var gigantísk varstu þar, Ísak? Nei, en ég horfði á það, sjónvarpinu já, ánægði með þig þú verður væntanlega á laugardaginn já, sjálfsögðu geðvögt þannig að einhverju miðar eftir hvernig line-upi, hvað fáum við marga barða? Sko bara ég ætla að opna þetta núna við erum með 1, 2, 3, 4 við erum með 10, ég þurfti ekki að telja hérna var að skoða er það ekki 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ég fara að fá wow. Ég ætla að vera svo nettur hana þú veist svo næstíð í nettur við erum einum já, en svo hafið einhvern tímann vitað amateur card sem jafn stacked nei, þetta sko crazy ég náttúrulega LFA eitthvað svona þannig sjó amateur ég held að þau topp ekki einu sinni þetta skilur the highest of the highs maður finnst að kalla eitthvað annað the highest of the highs í amateur sinni en Glacier Fight Night bara the highest point bara myndi ég segja núna í heiminum fyrir amateur fighters upp á publicity sem þú færð bara allt í kringum þetta skilur bara allt batterið í kringum þetta og bara þú færð ekkert svona saman hvort þú fara að keppa og líka það, fólk á Íslandi komið til þess að horfa á sjó það ekki komið til þess að styðja eina vin sinn og fara fólk komið til þess að vera út kvöldið, það að kaupa sinn með þrátt verið að þekki ekki strákan sem að keppa það gerir þetta svo miklu betur en annað allan sem ég hef farið á og séð og ég hef ferðast við það já, það með svolítið máli menn svona að kaupa, þetta svona bara svona fjölskyldustemning að menn að kaupa bara til að sjá frænda sinn og eitthvað vin sinn og ég myndi alltaf bara einhverju svona reynt að hafa einhverju svona lokalt út á kartinu til að selja þessum vinamiða en allan síðast það var bara stemning allan tíman og þetta svona þröngt og þétt skilur þetta var svona proper bardagastemning ég hef bara já, ef ekki vonað okkur öðru hvernig þetta verður alltaf í framheimilinu hvernig hvernig svona aðbúnaður það sko crazy ég var daginn náttúrulega hef skoðað þetta venju áður fyrir skólaglímuna og var búinn að vissi af þessu og svo þegar Bjarki sagði bara heyrðu þetta verið framheimilega þá var ég bara holy shit náttúrulega huge place skilur góða svalir yfir þessu og bara plönin sem Bjarki er búinn að segja mig fyrir hvernig þetta verður og svona það bara ég held að umhverfis þetta geti orðið flottasti bara viðburður Íslands ég er samt 21 og ég hef ekki farið á marga viðburði skilur þú hefur farið í það já en ég hef farið á ýmis staði skilur mér finnst þetta bara the highest of the high svo það sjónvarpað já, það pay-per-view það pay-per-view á Sjónvarp Símans en svo Live sem að coverar heiminn Live svona sporting, broadcasting sem að sér fótbolta eða bara alls konar íþróttir út allan heim og Live að taka undir Glacier Fight Night til þess að streyma í öllum öðrum löndum já og ég heyrði eitthvað að það sé einhvern sjónvarpsstöðum í Frakklandi og svona á heimastöðum en ég veit ekki hvort það sé confirmed eða ekki nei, alltaf slatti af Frökkum já, mikið af Frökkum, Bretum og Þýskaland já, jú, og eitt Skoti já, Skoti já. Gaman, ef að renna þessi yfir karti og rýna þessi í barðana let's do it viljið þið má bjóða þér að ráða röðinni eða má ég bara svona eftir mínum glósum og hefða sem ég getur líka bara að þú vilt röðina erum við með bara line-upið já, ég búið að ræða þessu niður bara hver byrjar og já ok, nú er ég spenntur ég ætla að lesa line-upið frá fyrsta til síðasta það Júlíus Bernsdorf á móti Yasin Ári svo kemur Anton Smóli móti Samuel Allard svo kemur Arnar Bjarnason móti Jacob Calvin svo kemur Steinar Bergsson móti Jordan Josephine svo fylgir eftir Jóndan Francisco móti Alan Olfant þar á eftir Mikael Aklipen móti Rafael Navello það featured prílimisbardaginn svo kemur main kartið þar eru 5 bardagar það
fröken Ísland Hekla María á móti Catherine Hepperly frá Þýskalandi. Ég er örugglega ekki að segja þetta með nógu þýskum hreim. Hvernig myndir þú segja þetta? Myndir þú svona Hepperly? Það er skoskan. Haberle. Catherine Haberle. Já, hún áður örugglega rætur að reykja. Herru, þetta er náttúrulega titubardagi, svo kemur millivita titubardagi, þar sem að Logi Geirsson mætir Theo Romari, svo kemur lightweight titubardagi, þar sem að Vítali Korsak mætir Thomas Múris frá Fraklandi, svo kemur bantamweight titubardagi, þar sem að Viktor Gunnarsson mætir Caleb Mullin, og svo main event of the evening í featherweight, það er Hákon Arnórsson á móti The Ali hometown Al-Basri. hero hometown Hákon Arnórsson Við erum representin en það ég og Kitty. The baddest boy in Mosesbær. Já, þeir eru representing, ég fekk ekki svona peysu. Ekki? Nei. Sko, ég sá á Instagram, vil ég meina, að Kitty hafa verið að taka á móti svona pre-orderum fyrir svona peysu. Og maður getur svona pre-order á peysu. Og ég bara, ég vil fá svona peysu, svona eitt pre-order á mig. Og bara ég held ég að það verið lang fyrstur Ég man eftir þessu sko, bara þegar ég var að tísa bara með designið sko eða eitthvað. Já, og ég held ég var að pre-ordera því ég var svona, ég ætla að fá svona peysu. Og svo bara, Kitty, hvað er peysa mín? Bara, hún kemur. Svo bara, líði ykkur dag eða vikur eða eitthvað, bara, Kitty, var ekki peysa? Já, þetta er alltaf vinslu. Svo bara, fá allir peysu og ég fekk peysu fyrir þig og eitthvað. Já. Mér var bara sagt að síðan, byggja að fá þessu peysu hérna. Já, þess að fá extra punch in the face. Þá fekst þú að vera delivery boy. Og svo er bara, Kitty, fæ ég ekki peysu við það? Og þú pantaður ekki peysu? Og ég bara, já, alveg, Kitty. Ég held ég að fengi sko svona 40 fyrirspurnir einmitt eitthvað svona pre-order. Já, orðin svo bara, þegiðu. Þetta var líka selgsfljótt upp. Ég sá þetta bara auglýst og ég ætla að fara að panta og bara strax uppselt í extra large. Já. Þannig að þetta hefur gengið vel. Já. Það er ekkert rétt að því sem heim sko. Vexler, hvernig fáum við peysu? Vexler peysu? Já. Mér langar í vexlerpeysu. Mér langar líka í vexlerpeysu. Já, ok. Mér langar að hafa brúsan líka á vexlerpeysunum mínu. Já, það máli. Bara mynda með brúsanum. Nei, bara gallonbrúsa. Ekki þennan brúsa, bara ef hann er gallon, það er til, já. I liked it. Ég heldur bara, þið er búin að keppa, þá er það máli, sko. Já, er langt í þitt debut, eða? Bara, já, eftir að tala um Gunna og Matthew í munni, ætla að gera það bara eftir Glacier. Þú ert svona 8 kílómetrum með burti frá magniðinum. Er þetta betra? Já, þetta er miklu betra. Ok, Ok, og mér er að taka hérna í arminn, sko. Af því hérna kemur svona skruðningshljóð þegar þú tekur í mækinn sjálfan. já, Þannig að þú tekur svona í arminn hérna. já. Nástu, eina göndurfjarlægð í burtu frá munnum. Maður þarf Svona. að tala til yngri kynslóðurinn. Já, nice. Já. Herru, gaman að þessu. Þannig að við erum alveg að fá debut frá þér ef að Gunni og Matthew gefa grænt ljós. Já, það var vonin, sko. Já. Og fyrstur þú vera tilbúin í að debut? Ég bara veit ekki hvernig maður þarf að líða til að vera tilbúin, sko. Ég er búin að æfa með kemsliðinu alveg svona frekar stöðugt, bara ég er í skóla ennþá, þá kemst ég aldrei á morgun æfingarnar, en jólafrínu komst ég oft og það var bara að vera að nauðga mig svona daglega. Þannig er keppnislið. Já. Það var alveg ömulegt, svona einn fyrsta almennileg keppnisæfingin, ég mætti ekki með réttu hanskana, aftur boxhanska, og með shootboxing, sem þið vitur hvað það er það ekki. Og ég fekk hanskana hans Viktors, boxhanska hans. Þeir eru eitthvað pussigala á mig og hundgamlir og líkta þeim og eitthvað. Og ég er á móti Luka Garencia, þið veitir hvað það er ekki. Og hann tekur mig niður og Ketill með mynda hennar. Bara eitthvað, og ég bara, oh my god. Og hann kýlir mig og ég fæ svona hárið mitt, beint í augun, svittan. Ég bara hérna, tekur mig niður og ég er hérna á gólfinu og bara með hanskinu komið hérna, boxhanskinn. Þannig ég næði ekkert einu sinni að nota litla hérna. Ég ligg bara á gólfinu alveg flatur og Luka bara og Ketill myndar upp á mér og ég bara það var hræðilegt, sko. Þannig byrjar MMA-ferillinn. Já. Það var gaman, sko. Já, ég er spenntur. Ég seti inn svona pre-order fyrir vexlerpeysu. Já. Það verður eitthvað umulett design, sko. Það verður bara eitthvað crazy. Bara eitthvað fiskur með þess að brúsa og eitthvað. Fiskur og þessi brúsi? Já, örgulega eitthvað. Það er bara vexler skjaldamerki. Fiskur og brúsi. Já, omgríns, make your logo, sko. Já, nákvæmlega. Bara, I like it. Herru, tökum aðeins, fyrir bara að ræðum aðeins main event. Hákon Arnórsson á móti Ali Al-Basri. Við ekki bara að byrja á þessu stóra. I like that.
Getið, þú hefur náttúrulega farið í sturtu með Hákoni og þekkir hann inn út bara hérna Er það fisk upp eitthvað svona sem hann getur ekki varið sig með? Nei, ég er bara að segja, þið þekkist vel Já, við þekkist vel. Hvernig staðan á okkar manni og hvernig Já, sko, þetta er evolved Hákon, það svona hafi orðið 18 ára. Já, þú veist, það svona hafi þið vitið, skilur, hann svona hafi klárað kynþroska orðin svona eitthvað. Hann allan skilur, ógeðislega spenntur. Þetta svona minna, þetta eitthvað svona fuck, ég að fara að berjast maður, fuck, hvað eitthvað, veist, skilur, að vera bara svona alltaf svona fuck, það að koma að þessu. Hann orðin bara yes, það að koma að þessu. Hann bara, ég held að geta ekki betra að maffa hann í nefið, sko. Nice. Og fyrir það sem skil ekki maffa. Það þegar á kurteislega treður höndinni þráðbeint í nefið. Nei, já, hann vil kýla hann, hann vil smetta hann beint í nefið. Bara beint trínið bara. Hljóma vel. Og hann bara að æfa stíft. Hann fór hérna til Manchester, er það ekki? Jú, þeir fóru til, nú man ég ekki hvað gimmið heitir. En The Welsh Gangster æfaðar. Og fyndin saga, sko. Hákon Elliot og fleiri. Já, Hákon. Þegar þeir fóru í Kilcliff æfa, þá var einn annar ungur strákur og restin var bara, skilur, eldri gaurar. Og Hákon kynntist gaur þar, hann Shay. Og Shay frá Manchester og æfir í þessu gimmi. Og Hákon bara eitthvað heyrði í honum. Hákon ætlaði fyrst í Manchester top team. Eða Hákon og Salli, má ekki glemma þetta Salli að vera með. Nei, þeir vildi fyrst fara í Britain top team, en Ali Al-Basi náttúrulega með rætur þar. Svo ætlaði þeir í Manchester top team og það náttúrulega Caleb Mullin. Og þeir enduðu þarna, einmitt. Hákon heyrði í Shay og spurði hann eitthvað svona, ertu með eitthvað tengsl og mælur með einhverju, og þeir enduðu þarna. Og Hákon sagði við mig, sko, að þetta sé, þeir hafa náttúrulega farið núna í Kilcliff, en hann heldur að þetta sé nýji staðurinn, sko. Subzone Academy. Já, hann sagði, einmitt, og Hákon hefur einmitt eftir Next Gen líka, skilur, en Hákon sagði bara, þetta er staðurinn. Nice. Þau töluðu báðir rosalega vel hennar stað og voru bara this is the place sem ég ekki það. Hérna, en hver Ali Al-Basi? Hver þessi anstæðingur? Sko, Ali Al-Basi náttúrulega bara, Reykjavík hefur mætt honum áður þegar Baldur barðist við hann hann Baldurlaugi, í bardaga nr. 2. Ali Al-Basi náttúrulega það sem svona merkilegt við hann að bróðir hans Amir Al-Basi sem var reyndar að tapa í UFC. Veitu hvað hann rankaður? Hann var 5 í flyweight. Hann var 4 á sitt hæsta, sko, bara, maður ekki nákvæmlega. Hann allan sturla góður gaur í UFC. Og það sem gerir Ali Al-Basi svo merkilega. Hann þetta litla prodigy, hann þetta litli bróðir, hann skilur Þeir náttúrulega bara búin að vera að æfa með meira bara í síðustu viku og hvað. Já, nákvæmlega. En, hann búin að æfa með meira, en með hvernig var Hákon að æfa í Kilcliff og Subzone, skilur þetta svo. Já, skiptir kannski málið með hverjum átt að æfa, skiptir málið hvað þú kannt og hvað þú tókst inn, sko. Ég meina, Nonni hefur æft með Aron Leo, skilur Já. Nonni tók ekki neitt inn. Burn. Já. Ég hætti mér sem Já. Þetta skot kom bara einhvern veginn. Ok, lukkulóki. Fyrirgefðu. Já, hérna, Ali Al-Basi, ég var hérna í húsinu þegar hann tók debut sitt á móti Baldri. Og ég man ekki eftir að hafa séð bara debutant bara jafn örugan í öllum sínum aðgerðum. Ég var bara þessi gaur lúkkan eins og pró í fyrsta amatörsbardaganum sínum. Og ég búin að vera að fylgjast með þessum gæja hérna alveg síðan þá. Ég búin að vera að kaupa mér hérna pay-per-view og einhverjum litlum kvöldum bara að sjá hann berjast, sko. Hann einmitt 7-3, sko, núna. Hann hefur líka barist við hann þið veitir hvað The Villain þetta ógeðslega frægur gaur, Dan Holt Villain. Þetta frægur gaur sem núna, sko, að pakka saman LFA eða LFC, ég man ekki alveg nöfnin á þessu. Hann hefur barist við hann, reynda að tapa þið, sko, hann hefur farið á móti þessu stóru nöfnum. En hann LFA, já, ég held að Ali Al-Basi samt, sko, það allir að mikla þetta Al-Basi nafn, skilur við eitthvað, en það náttúrulega þægilegt að taka debut sitt og veist að bróðin eitt af bestu í heiminum, skilur, þá ferður þetta aldrei kannski inn í þetta með annað mindset en eins og Hákon sem kom inn sem þippinn mósvellingur 18 ára, skiluru, og aldrei eftir íþróttir. Við erum bara eitthvað, þegar þú pælið í hvernig þú horfir á sjálfa þig í spegli og svona fyrir skiluru, eitthvað, fuck, og Ali Al-Basi á okkur jiu-jitsu fyrir líka. Hann í einhverju landsliði. Hann í landsliði Írak. Já.
Íraska landsliðinu í jiu-jitsu. Já. Hann ólst upp sko í Svíþjóð og flutti svolítið Englands, býr það núna og samt voða mikið bara í Las Vegas með bróður sinni, bara að æfa í PI. Ég held hann sé rosalega svona wanderer sem eldi bróður sinni aldrei, en ég held hann eigi eiginlega engar svona fasta rætur, því að svo eins og þegar ég kynntist byrja að tala við Ali Al-Basi í bara desember í fyrra, svona seint í desember í fyrra, þá einmitt byrjaði að senda á hann og fá myndir á hann upplýsingar og svona, og þá var hann í Britain Top Team. Svo bara sá ég hann ekki æfa aftur og svo allt í einu er hann komin í eitthvað annað gym núna í Breitlandi, svo ég ekkert svo viss að sé með þessa fasta rætur eins og aðrir, skilur þess að Hákon bara með sitt traustuða lið, en hann bara eitthvað svona wonder en á bara bróður sinn og bróður sinn sem ekki með honum núna. Ég held að hann kom ekki með til Íslands. Jú, ég held að hann kom með til Íslands, en þeir eru ekki saman núna. Bróður hans að fagna Ramadan eftir bardagan sinn. Verður þá Amir Al-Basi í salnum í framhjörunum? Já, ég get ekki staðfesta, en mér finnst það líklegast. Það væri gaman. Já, það væri cool, skilur. Og nú hella hotnið yrði bara Amir og Basharat bræðirnir og eitthvað. Já. Það allt krúið þarna. Bjarki Þór Pálsson hinn með. Já, ég veit. Það er proper. Já. Þannig að þetta er alvöru gaur. Já, þetta er alvöru gaur, en svo má ekki gleymast því að Hákon er líka alvöru gaur, skilur. Hákon er búinn að vera gjaldauka, Hákon er búinn að vera stanslaust, í enga tímum að bæta strengi setja Hrólf. Hrólf er búinn að ógeðslega mikið með honum í hinu og þessu og svo kemur og bætir honum það sem Bjarki er búinn að leggja inn á hann og Krummi og Maggi og já, Hákon alltaf heppið með tengdapappa, skilur, að geta fara alltaf bara eitthvað að skottast í Hveragerði og fengi, skilur, elite striking þjálfun. Svo er ekki langt fyrir hann að fara á Höfðan og fara til Bjarka og svo bara tjekka og Krumma og svona lalala. Sem er þetta að vera með svona tröst bakland sko, vera með svona marga í kringum þig sem er tilbúin að stiða þig og stutt í það versus að vera svona vagabond eins og Ali Al-Basi er. Já, ég held sko að þið mista því, ég er náttúrulega búin að vera sko senustu viku eða 2 eða 3, ég er náttúrulega búin að vera bara svona í 6 klukkutíma fyrir fram að skjá og að fylgjast með myndböndum af öllum sparra, skilju. Og þegar ég horfði ég var bara að horfa á hann í gær, Ali Al-Basi, náttúrulega, en svo veit ég ekkert hvort að myndefni sem ég fæ sent sé fake eða ekki, sko, hvort það sé eitthvað svona, ég ætla að líta verð út fyrir miðla. En þegar ég horfði á Ali Al-Basi sparra, þá fór ég eiginlega að hlæja. Og ég er búinn að fylgjast með öllum spörunum hans Hákons og það er bara crazy work. Það er bara levelið sem að, ég veit ekki, það er eitthvað svona, það er eins og augun hann sé eitthvað svona, hann sér allt eitthvað svo vel og eins og bara eitthvað, þegar eitthvað skjóti í takedown á hann bara eitthvað bregst svo vel við því, hann er eitthvað svo, hann er ekkert endilega bestur í þessu, en það eru viðbröðuna sem hann finnst svo, sko, helluð. Svo spidey senses. Já, einmitt þetta, skilju, og stansi sem hann er búin að búa til það sem að, oft er hann komin inn og hann náða til að kasta einhvern svona smá looping vinstri krók og svona, en hann lækkaði sér alltaf svona niður í það að vera komin í þá stöðu sem það er ekki hægt að taka niður í, skilur, hann er bara að lækka sér svo mikið niður. Tók eftir þessu, hann gerði þetta á móti Salla mjög mikið, skilur, þegar hann var komin of djúpt inn, þá sett hann gardið sitt upp og lækkaði alveg stansið sitt og þá gat Salla ekki skotið því að hann var bara lent á öxlina á honum. Það var svona, ég sá JDM gerði þetta líka á Belal. Það var svona, it's a good trick. Er Salli búinn að vera svolítið aðal sparfélaginn í þessu kampi eða hvernig er það búið? Já, sko, nú ætla ég, sko, ég er náttúrulega ekkert búinn að vera með Hákon því hann er bara búinn að vera með Salla. Og hvernig líður með það? Já, það er sækandi, en ég held sem sagt að mér minnir að sagan sér þannig að þegar Bjarki sagði Hákon að hann væri með fight, þá hafi Hákon hringt í Salla að vera eitthvað svona, nú langum við bara að gera þetta 110%, er til að vera með mér í þessu. Þá hafi Salli sagt, ég ætla að taka fight sjálfur og við bara keyrum á þetta 110% og þeir tóku bara kampið saman, skilur, þeir eru búin að vera bara saman all the way. Og hann ætla búið að staðfesta Salla á Kate Steele. Já. Bara í mars. Já. Og sko Hákonum er að fara út á Kate Steele þess að fylgja honum, skilur, vera með honum, alltaf leið. Geggjað. Alvöru bræðralag. Já. En af hverju hringdi Hákon í Salla en ekki þig, Kiddi? Það er svekkjandi, ég er búinn að grenja yfir þessu, sko. Já, það er komin okkur tár í kottan. Já. Ég skilji. Já, ég hef ekkert meira að segja Hákon, sko, ég held ég sé búinn að sleikja boruna. Ég er búinn með allt þetta aukar. Það má alltaf blómum við sem bæta, sko.
En gameplanið lítur að vera bara að reyna að nokka hann út, með ekki? Jú, ég býst við því, sko. Nú veit ég það ekki, því að ég keypti mér svona AirPods, því að vera svona mikið inn í gimmi að taka upp og heyra öll þessi hljóð, svo ég alltaf með noise cancelling AirPods og heyri ekki neitt, sko. Þannig að þú veist ekki hvað geta hann? Nei, en jú, ég býst væntanlega við því að Hákon ætti að stræka hann, skilur við. En, Hákon wrestlar örugglega tilbaka. Þetta er svona, þetta er svo Ernest sagði við hann eitthvað fyrir senasta bardaga, Hákon, you just wrestle him. Og sem bara góða punktur, skilur við, hann náttúrulega pældi ég Ali Al-Basi bara kemur og eitthvað, what? Hann bara skjóti í takedowns. Maður að sína að maður þórið því, sko. Já. Að það sé búið. Þetta diversity, sko. Já. Hákon var náttúrulega 9 árum fjólublábelti í jiu-jitsu. Já, jú, játnunni var í desember. Já. Fékk fjólubláða þá. Já. Lilli skarfurinn, sko. Hann var nefnilega orðinn fjandi góður. Já. Maður finnur á honum, sko, þegar maður glímir við hann. Já. Hvað hann er búinn að bæta svo mikið. Já, hann svo yfirvega rólegur og hann er ekkert að fara eitthvað að reyna að söppa þig og fokka þér upp eitthvað svona hann fer og heldur stuðu, skilju. Svo flott, sko, keppnisliðið og ég byrjaði að gera þetta svo mikið að staðan fyrir að vera alltaf að kasta sér í þessu submissions og reyna eitthvað og enda á botninu. Það er svona meiri pæling núna í að halda sér bara top position, halda position frekar en position over submission. Allan að mér finnst það svona minni reynslu á hvað ég sé og hvernig ég hef glímt við það. Og það sem ég hef séð að Hákon er, sko, hann sé alltaf með lausnina, skilur við. Hann getur verið í einhverju stöðu, hvað það sé, dars eða anaconda choke eða eitthvað, hann er alltaf bara, ég kann lausnina þessu. Og hann er alltaf bara svona, þú þarft að spyrja hann mjög erfiða spurningar í glímu. Ef hann á ekki komið lausn á því, sko. Já, það er líka, þegar náttúrulega muni eftir hann að Dobrin-fætnum þegar hann var næstum söppaður, hann er fyrstluði og hann kom beint á stóluna bara, ok, hvað á ég að gera ef hann gerir þetta? Bara eitthvað, who in their mind er bara eitthvað bara nýbúinn, sko, að blakka hann út og bara deyja fyrir framar 1000 manns og svo bara ok, Bjarki, hvað á ég að gera ef hann skildi ég gera þetta? Grillun, sko. Góð yfirvun. Já, heldur betur. En ég man bara, þetta er svona minnistætt, sko, eftir að Hákon barðist við hérna Randi.Gula í Svíþjóð. Það er bara, það breytist eitthvað. Já, ég er sammála. Það ekki? Jú. Það er bara, eftir þennan fætt, það var bara eitthvað í Hákoni sem hann bara eitthvað switch og hann bara tölvört betur glímaður. Ég held, sko, að það hafi líka verið partur af því að þroskast, skilur við, að verða, bara að eldast, skilur við, sem partur af þessu. En já, hann bara klálega eftir Fungula, það var líka tough times, sko. Það var leiðilegt, sko. En so be it, hann græddi meira á þessu en að vinna. Já, og búið að gegja bara comeback síðan þá, eftir það. Já. Það var bara on fire. Heldur betur. Herru, ef að ræða aðeins hérna, hver er þetta næstur á listunum? Er það Logi, það var ekki Logi Geirs? Er það Co-Main? Já, Viktor á móti hérna Caleb Mullen. Caleb Mullen. Já. Hérna, við náttúrulega þekkjum öll Viktor Gunnars, sérstaklega þú, Ísak. Þetta vinninga, búin að fá lána hanska og Viktor er bara að degra þig. En hvað veitum við hennan Caleb Mullen? Sko, ert þú ekki búin að skoða hann? Ég hef ekki hugmynd. Nei. Hann 6'5". Já, ég skoða mikið, sko. Já, Caleb Mullen 6'5", æfir einmitt með þessum Daniel Holtz the Villain sem er bara einhver gaur sem er bara að meika það á Instagram. Þetta er bara einhver, ég byrja að followa hann þegar hann amateur út af hann var bara eitthvað svo flippaður gaur. Nú er hann bara skriðinn í Dana White's Contender Series, það er þess að besti vinur hans. Já, þú getur staðfest að þessi besti vinur en ég sé það mjög mikið saman. Góðir æfingafélagar. Caleb Mullen, þetta sé rosalega all-around fighter. Ég veit að hann er eitthvað efast glímuna hjá Viktor Gunnars. Viktor Gunnars er náttúrulega fucking góður, sko. Já. Það má ekki taka það. Caleb Mullen sagði í viðtali, sko, eitthvað svona I know he thinks he's gonna submit me because he's a brown belt, but I'll show off my grappling. Það get aldrei basically það sem hún myndi segja að þess að forðast það sem ég vil forðast. Já. En hann virðist að vera góður að forðast glímuna, þú veist, ef þú skoðar rekordið hans, þá er hérna, það er ekkert win by submission, það er ekkert loss by submission. Já. Hann er greinilega góður að forðast glímuna bara. Hann er með heavy hands líka. Já. Ég veit það. Það er bara eitthvað svona högginn sem horfir á sem ættu ekki að gera jack shit eru bara að setja mig niður, skilju. Lúkkar ekkert eitthvað powerful en það er, skilju, þung högg. Já, hann er með 2 fleiri sigra hérna by KO heldur en decision allavega. Já, en þú veist, en svo mátti ekki heldur taka af Viktor hvað hann er fáránlega technical. Já. Þú veist, bara teknískur og ég þóra líka að veðja að Viktor Gunnars kýli fast, sko. Ég er alveg freka viss það. Þá skal hann veiti 10 í þess að hversu fast kýlur Viktor?
Alveg frekar fast sko. Sérstaklega þegar hann byrjaði að koma með svona spinning back kicks í mig. Já. Það var alveg gaman sko. Þetta var svona, ég byrjaði að æfa, svo byrjaði Viktor að beða mig að spara, ég bara fuck. Og svo byrjaði hann svona bara rólega og svo bara kemur þessi spinning back kicks, ég bara fuck. Ég bara lærði bara hérna mjög fljótt að bara ekki koma hérna. Þá ef að hælinn hérna, það bara döður. Það var alltaf hérna og bara éta höggin. Það var ekki málið, alltaf, það var ekki meiddur en það var fucking vond sko. Og hann var svona snöggur, hann hérna og sér ekki gerast. Hann sko crazy. Ég búinn að vera að fylgjast mikið með honum myndband, hann alltaf Co-Main og svona mikið sem fer, ég tek mikið eftir honum. Mér sko fight IQ hans og bara svona náttúrulega distance mann sem ógeðslega gott, en svona hvernig hann staðsetur sig í hringnum, hann er alltaf að justa á það að vera í miðjunni. Og mér finnst það ógeðslega flott. Og einmitt hvernig hann switcha stansinni sínu líka til og frá, mér finnst það alveg bara brilliant sko. Við erum að kasta kveðja hann, ég held hann eigi afmæli í dag. Jú, hann er afmæli dagsins. Ef að syngja það. Hann á afmæli í dag. Ég hata afmæli sko. Við þurfum að borga núna, við þurfum að borga sko, the rights fyrir að þetta lagið. Já. Þú getur ekki bara samið nýtt lag. Svona Danirnir. En Viktor er 6'2" skilur og Kjellmúlin er 6'5", þetta er náttúrulega munar 3 bördugum. Já, í reynslu. En Viktor Gunnars hefur líka verið að þessu síðan á barn. Já. Hann byrjaði í úlingastarfinu í Mjölni, held ég, með minni það. Jú, hann byrjaði mjög snemma. Já. Og hérna, það er skemmtilegt viðtal við pappans held ég. Það sem hann er bara, við talum bara að þetta er einhvern veginn svona, bara sá staði sem að Viktor hefur bara fungerað, bara segja manneskja, einhvern veginn langt best, bara í Mjölni. Ógeðslega einbeittur. Já. Og það sem ég svona fíla svo mikið við Viktor er svona, hann veit nákvæmlega hvert hann vill að bardaginn fari. Já. Hann er bara, þetta er einhvern veginn, þetta er svona striking fight og hann er alltaf að fara að gera upp búrið. Já. Og einhvern veginn riðla staður eins og græður hundur bara við vegginn, skilur við. Og það er bara, hann gera það við alla. Já. Og ég held að menn, þú kannski áttu alveg, þú veist, eins og ég held að Kelvin Mullins sé bara, þú veist, I'm gonna show off my grappling, skilur við. Já. En ég get alveg séð fyrir mér að, þú veist, hann verði bara keyrður niður einhvern veginn með baki yfir búrið og Viktor ofan á hann, sko. Já, ég er bara 100% sammála, sko. Og þótt að Viktor takin ekki niður, held ég líka að Viktor geti alveg bara rótað hann sjálfur, sko. Já. Hann sýndi það á Nordics, þú veist, hann var með gæðin bara, þú veist, var að svolítið wrestlefokkan, svo í annari lótu, þá ákvað hann bara að stræka við hann og bara gæðin þoldi ekkert að stræka við hann heldur. Þannig að, þú veist, hann getur svolítið bara, þú veist, tekið barnaðan hvert sem er. Og að sterka við Viktor, það er líka mindset hans, svo nýja viðtal við hann bara, ég er bara sann að ég er bara bestur í Evrópu. Já, einmitt, þið sjáu munin á, sko, þetta voru mjög svipaða spurningar sem voru spurðar. Já. Og þið sjáu munin á hvað hinn svaraði eitthvað, yeah, I'm gonna knock him out in the first round, I predict a knockout, blablabla. Svo kemur Viktor bara eitthvað að tala bara, ég ætla að sanna hvað ég er góður, skilur við, bara eitthvað, ekkert hvað ég ætla að gera við hann, ég ætla bara að sanna hvað ég er flottur, skilur við, sem náttúrulega segir mikið, sko. Já, það gerir það svolítið. En ég held með svona, já, að Viktor, hann er bara endalaust einhvern veginn að vinna í sjálfum sér og ég held að hann er drullið sama hvert bardaginn fer, skilur. Já. Hann er bara svolítið game. Já, einmitt. Ég held líka bara, þú veist, objektiv hans Viktors er bara að koma alltaf út úr þessu betri, skilur. Betri manneskja, betri íþróttamaður. Ég held að svona, ég fæ það væp af honum. Já, ég er sammála því. Hann tapaði þarna einhverju viðureign í Nordics og það var svona eitthvað, ég er ekki eins og sár, skilur. Ég bara lærði og ég gerði þetta og þetta var bara gaman og eitthvað, þú veist. Bara upp á áfram einhvern veginn. En ég held að sko, maður vill alltaf vinna, en ég held að hann sé ekki að fara að taka neitt tap inn á sig nema, þú veist, áður en hann er komin í pro-fyrirlin, sko, þegar hann vildi náttúrulega vera orðin pro. Já. Gengur eitthvað illa að fá fight, virðist þurra? Já, ég held að sé aldrei leiðilegt að vera einmitt brúnbeltingur og ætla að taka debut eitthvað staðar, skilur, það er ekkert hver sem er eitthvað að hoppa í þetta, ég meina flestir patta rekordi sitt upp í fyrstu 3 bardaga, skilur, eitthvað ble, þú vilt ekki lenda á Viktor bara eitthvað fuck, en á sama tíma ertu ekki stórt organisation eða stórt sjó og vilt taka 0-0 gaur, skilur, svo þetta er erfitt, skilur. Einmitt, og ég held að menn sem einmitt sjáu bara líka bara brúnbeltingur. Já, einmitt. Já, brúnbeltingur tjekka svo kannski á hvað hann er gamall og það er bara eitthvað, oh fuck, skilur, þetta er ungur gaur sem er brúnbeltingur, crazy. Segðu mér að setja fokkar án þess að segja mér að setja fokkar. Án gríns. Það er svolítið staðan á Gunnari, Viktori Gunnars. En þetta er náttúrulega titilbardagi. Byrjuð, þú hannaðir Glacier Fight Night beltið eða hvað? Já.
Og þú ert ekkert að flexa því svona Nei, ég eiginlega þyrfti að fara að gera það sko. Ég þarf eiginlega að fara að pulla út þetta kart. Eiginlega sko Þú veist baby, ég hannaði beltið Já, ég var sagt þannig að ég skal bara segja finna pælingu kringum þetta En ef þið horfið á all belti það er nokkuð beltið inn á veggnum á plöggutunum minna, þannig að sér engin áhörfandi þetta veit engin hvað er að tala svo ég skal bara eitthvað að lýsa þetta er allt ógeðslega plain og leiðileg belti sem er ógeðslega basic og lítið út eins og öll önnur skiljur þetta er alltaf sami hringur fara alltaf eftir þessu UFC template að ég ætla að vera með þetta svona skiljur hringlaga miðju svo horfum við á GFN belti og það er heyrðu, ég er að tala hérna nei, þannig að það er hvað skiljur að stendur út þú ert ekki eitthvað svona þetta er svona eftirminnilegt og það var náttúrulega mitt jobb í raun að koma áhorfum á GFR skiljur svo þetta var partur af þeirri pælingu og á sama tíma er þetta náttúrulega sameina skiljur Glacier og Fjöll og Ísland inn í þetta belti það er leiðilegt að það gæti ekki verið eins og ég sá þetta fyrst fyrir mér en kom út mjög ógeðslega flott Hvernig sást það fyrst fyrir þér? Það var svona aðeins meiri litir í Já, það var svona, ég vildi hafa blátt til að hafa klakan og ísinn í þessu en fyndið maður, þið muni eftir Yves Kong Moussassa sem barast við Vitali eftirminnilega og bara geggjaðu gaur hann kommentaði eins á beltinu og sagði að það væri á beitt eitthvað geti skorið sig á oddunum og maður er að beila það sko því að geti eitthvað meitt sig og bara, Jesus Ég held þetta er öngu sportívinur Já, ég held að sé engin champion fara að skera sig á beltinu sínu sko Það var svona svo alveg grillaði eitthvað fengi bara beltið í augað eða eitthvað Já, Bjarki bara situr upp með tíminn og lawsuit maður stakk beltið í augað en sko, það sem ég fílaði við beltið sko, þó að það sé ekki svona blátt í því þetta er Glacier sko, en það er samt, þetta er svo mikið svona svart leður, kalt stál þetta er rosalega hrátt, kalt alvöru svona einhvern veginn þetta er pínu svona Beris motherfucker belti sko. Þetta er svona, þú veist. Það er aldrei gaman við þetta. Bjarki ætti bara, byrja ykkur aðra svona línu. Ekki Beris motherfucker, náttúrulega tekið. Þess að hafa gullbelti. Eða einhvern annan lit. Mér langar svo að fá þetta belti sem svona belti silgu. Svona, svo lítið fyrir þig. Já, bara hérna, þú veist, sem svona belti silgu hérna. Það er mörgs að því, sko. Að gera það? Þú ættir að gera það. Það var að gefa nonna kött. Já, ég vil fá kött fyrir eitt kettling. Já, það væri ógeðslega fyndið. Það væri ógeðslega cool. Já, það væri mjög töff svona, þú veist, ef maður er í þröngum gallabuxum og ætlar að girða skyrtinu ofan í, það er maður með svona GFN. Gera það, setja to-do-listan. Geta ekki hring líka. Já, þetta er grjótarhætt líka. Bara þess að herma eftir Super Bowl og öllu öðru. Geta hring líka. Jú, og Icebox. Já, og Icebox. Bara hringin. Já. En ég er alveg sáttur að MMA hérna sé ekkert eitthvað fá sér hring endalaust. Já. Bara og ég er bara, yeah girl þetta dæmi maður tjekka hvað ég blingar út þetta maður eiga heima ykkur annar stað sko. Glæslegt hérna, hver er eftir það á eftir Viktor Gunnars er hann Vitali Korsiak og það er eitthvað að segja hann ég sá hann áðan, hann var sko stone cold ég var að setja keiri kópóinum á hann og sé hann bara lappa með heyrnartólun á sér og mækin uppi ef þið hafið sé heyrnartólun á þá var hann með svona gamer headphones og mækin uppi og hann var bara stone cold Var leiðin upp í Bóatýr eða? Hvað er ég að Bóatýr? Í Kópavóin, Auðbrekku eða eitthvað Þetta er beint fyrir ofan, þú veist Nýbílaug? Já, nákvæmlega Nei, ég var í Kórakverðinu sko Ég var alveg long way from home því ég veit að hann býr ekki heldur það sko Já, hann hefur eitthvað verið að tengjast hestunum Já að leita í hesthúsin En já, hann Vitali Korsiak náttúrulega 8-0 sem er ekki eitthvað sem að fólk veit Nei og anstæðun hans er 12-5 Það er samanlög 25 bardaga reynsla í þessum tilbarða Ég bara, það er crazy Þetta er til dæmis svona hlutur sem þú sérð ekki í öðru promotioni skilju, amateur promotioni 25 bardaga Þú varst bara að leita langt í UFC til þess að finna Hvað heitir anstæður hans? Thomas Murris og sko, þú veist, hann var á 7 bardaga sigurgöngu fyrir síðustu 2 fæta og það var sko, þú veist, Friends Nationals sem bara ógeðslega sterk keppni og svo Evrópumótið á IMMAF þannig að síðustu 2 ósigrar hans hafa komið bara á mjög erfiðum börnum fyrir það alveg 7 bardaga sigurganga fullt af submissions það er einhver submission specialisti Hessika Já, þetta er hann hann er að æfa með Manon Firo
í Fraklandi. Ég veit ekki hvað það er. En þannig að Vitali er 23 ára og Thomas Morris er 24 ára. Kemur frá Nice. Eða Nice. Það er 24 ára með 17 barndaga. Já, það er, fældi þú gætir ekki gert þetta á Íslandi, þetta er bara crazy. Já, jú, veistu, þú gætir þetta núna á Íslandi, mögulega. Þú gætir gert það. Já, þú gast þetta ekki á Íslandi. Nei, en það eru 9 tímar. Já, new times. Já, og 9 tímar bara fyrir alla. Já, einlega. Það var náttúrulega sko Maverick move hjá Bjarka, bara eitthvað, veistu, þetta stendur ekki neins þar, ger þetta bara. Valid, skilur við, virkaði og bara og það er með málið, þú veist we live with the benefit já, þú veist the rest is history það má allt nema að sé bannað já, það er bara name of the game af hverju eru þið búin að taka langan tíma til að gerast? Ég held að það bara enginn lesið þetta ég held bara eftir að boxið var leyft að þá hafi bara opnast fyrir þetta já þannig að þú veist ég held að menn hafa bara verið feimni við að ríða skarið og ekki viljað sko ekki þóra sko að ríða skarið og fá svo lögreglun sem stoppar þetta og dæmt með löggunni eða eitthvað kæru og svo dæmt með og þá er þetta bara svona bannað þú veist, þá er þetta bara þú veist, að ef það fellur ef þetta færi fyrir dómi eða eitthvað og það er dæmt með lögreglunni eða þú veist, ákærendunum þá er þetta bara bannað þá var bara komið fordæmi og þetta er bara bannað og einmitt hérna Halli Nelson talaði það að þú veist, þeim hefur ráðlegt bara að sleppa þessu á sín tíma á einhverju lögfræðingum já, en líka bara fínt fyrst að það er kannski ekki jafn viðkvæmt núna og þetta var áður og það bara fáir sem nefnt að taka slægin það voru líka bara svo, þú veist, lítil amateurs sinna, núna er bara svo mikið af íslenskum fæturum bara sem að vant bara senan í öllum bardaíþróttum á Íslandi er sko, og bara frá karate, bara frá aikido eða eitthvað, þetta er bara þetta er bara orðið huge, bara þetta self-development, skilur, 1 á 1 combat sports bara skilur það sem er bara þú á móti anstæðinga þú á móti þér skilur þetta er bara huge það er líka sko áhugavert að hugsa þess hvað Glacier Fight Night hefur henni opnað á mikið og nú komum bara hérna Muay Thai samband íslenska Muay Thai sambandið þú veist boxenan er aðeins að krauma sko er undirbúa stórt og þú veist það er bara einhvern veginn allt að fara af stað sko já þetta er bara núna er tímamót hjá Íslandi og það er bara að einmitt, bara bardaíþróttir séu leiðar, skilju sem er klikkað það er bara geðvikt já, Ísak er svona hann er svona forréttindapjakkur innan við borðir já, svona forréttindapjakkur svona einhvern veginn, þegar þú byrjar að berjast þá er einhvern veginn allt leifilegt og það er MMA sjó hérna, þú veist, þú getur debutið þetta heima ég byrjaði fyrir bara þessi 2 árum já. og þá bara mamma bara, hvað er þetta að gera? Það er bara MMA, svo brýti henduna fyrsta vikuna að æfa mamma var brjáluð sko og þá bara það var þetta nákvæmlega bara aldrei fór að vera barða í Íslandi og bla 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 svo bara í fyrra bara Glacier Fight Night ég bara shit ok ég bara eftir að horfa á þetta bara fokk hann langar að berjast mikið ég bara horfa á þetta bara shit þetta lítur ekkert eðla skemmtilega út sko bara production svo geðveikt og bara hvernig það náði líka gaman að horfa á sjónvarpinu þetta var ekki bara eitthvað þú veist maður ekki bara horfði í sjónvarpinu og bara, þetta lítur svo gaman bara þarna eitthvað, maður fann alveg stemningana í sjónvarpinu ég var alveg fyrir sjónvarpinu, já, gerðu þetta og eitthvað, var svo brjálæðingur en það var alveg bara, svo það ekki svona kefti ég meira núna sko, ég vildi ekki missa þessu sko ef ykkur fannst sjónvarpi seinna skemmtilegt þá myndi ég sko túni núna það byrjar 18:40 útsendingin skilur, kvöldi byrja klukkan 7 og sko shitið sem er að fara að gerast í þessu productioni og á streaminu er bara magnificent, þetta er alveg svona gæsahóða dæmi og ég er sko svektur ef að ég er ekki svona að sjá þetta og ég þarf að vera hann skilur, ég sé þetta ekki ekki nefnir þetta verða á skjáum en ég veit það ekki en hvað er fyrsti bardagi að byrja kl. 7? Já, ég held að hann sé svona 1915 veistu, við veitum hvernig þetta er hvernig er er það ekki alltaf 18:30? Já, 18:30 ég er ekki, ég þarf ekki alveg að fara með það ég myndi giska það það skýrist já, það er oftast svona já, sko, ég fæ svörin sko þegar ég kem heim þá fæ ég svörin þá fæ ég svörin? Já, Bjarki ég bara Bjarki að senda það á mig á hann svo ég svona, þegar ég kem heim já, þá kemur það þeir eru nú eitthvað að fara að funda á morgun hérna, Bjarki og Síminn og allir þessi dundar sko þannig að gæti koma á morgun já, ég get nú sagt ykkur að streymið byrjar 18:40 það er official og að kvöldið byrjar 19:00 skilur við þannig að þeir verða með svona 20 mínútur í ykkur svona pre-pep já, sko, bara
Sko ég náttúrulega veit ekki hvað maður segja en Bjarki sagði mér að það smá myndband í gangi sem að ég bara sko leiður yfir að fá ekki að sjá það núna eða þú veist, að fá ekki að vera með í undirbúningum og sjá það, þetta svona, damn, ég var til að vita af þessu og vita hvað að gera þarna Það eitthvað myndband Það eitthvað rosalegt hype myndband sem verið að búa til fyrir þetta og ég bara að missa mig ég bara eitthvað svona kynningamindband sem sýnt í byrjun kvöldsins that's right þessu eru UFC já, basically ok, það ekki og þetta bara eitthvað, þetta production á þessu bara mamma mía og hver að sjá það? Ég veit það ekki alveg ég veit ekki hvort það sé Valhalla-strákarnir eða einhver annar Bjarki bara pulled out the big guns ég bara svo það svo mikið að gera á mér að ég bara eiginlega hver í sín hotni já á milljón bara ég hefði svona tilfinningunni eins og að sé eða svona öllu til tjaldað já, það kvöldi, alveg þannig sko Andrew Street bara fínt skilur við svo bara einhvern veginn stækkað í svona 3-4-falt stærri sal productionið einhvern veginn hljóma stærra já það einhvern veginn svona hljóma rosalega grand allt saman eða svona, þú veist það eitthvað svona big balls energy í gangi já, nú bara verið að setja nýjan standard bara fyrir bara sporting-eventa á Íslandi held ég þetta bara nú horf ég reyndar ekki á sporting-eventa á Íslandi ég get ekki myndað mér að fótbolti sem eitthvað svona skilur Nei, ég get sagt að bestu deildin ekki það spennandi sko nei, og ólistildin í handbolta ekki heldur nei, en einmitt, þú veist, bara það sem að ég vil, þú veist, Glacier Fight Night að gera svo góða hluti því að bæði Glacier Fight Night að auglýsa fæturna sína að setja það út á kortið skilur sem að bara engin önnur íþrótt gerir, þú sér það ekkert eitthvað bestu deildin að vera að auglýsa bara eitthvað, hey, þessi skoraði mark og þessi the shit og lalalala já, ekki svo ég viti Þeir einnig að segja ef menn skora mörk já, no shit, þú líka það var þú sagðir já, ég veit ekki hvernig ég var líka þessu við skilur ok, þeir segja ekki Nonni að fara að keppa þeir segja bara, hvíti rittarna að fara að keppa afturlendingar að keppa, ble ég hitti á einu fótboltaleik og það var að hvíta þú veist bara tvöli það er afturrendi hvíti rittarinn bara hvað, 15. deildin ég huge fan en þú veist Anna Glacier Fight Night þú veist, hugsaður ógeðslega vel fæturna sína skilju, það er ógeðslega mikið metnaður lagður í því að koma fætir á kortið skilju, huge plattform sem náttúrulega við erum að gefa þeim með Glacier Fight Night skilju, það sem við getum auglýsið á og komið svo framfærir og ofan á það skilju myndböndin sem ég að gera núna skilur við lalala ofan á þetta og svo fleiri sem að halda áfram með þetta maður sé líka bara allir þessi fætarar þeir eru bara komið fullt af einhverjum sponsors og eitthvað bara allt í einu þess að það er búið eitthvað svona nokkri gauðra búin að vera með sponsor hér og þar núna finnst mér bara allir þessi fætarar þeir eru komið alls konar svona sponsors og það er svona fyrirtækjur fann að fatta hei, hér er eitthvað í gangi já, sem einmitt sko frábært því að náttúrulega það er ekki pró á Íslandi núna en ef þetta getur opnað augun svo að prófætarar fá spons skilju, bara brilliant skilju það dýrt að fara út og ætlar að fara að lifa í brosaldar sem það horfir á mig ég bara, þess að sér það reyna að sleppa því að geispa sér það reyna að geispa með lokaða munnin Nei, ég er að brosa með eyrunum já, ok, en já, það dýrt að vera að fara út og ætla að lifa í 3-4 vikur kannski 2-3 mánuði án þess að hafa kaup ég bara þú varst að ásækja það á ég bara, nú get ég ekki hórt á þig ekki horfa á mig, horfðu þangað og ætla að lifa og þú veist, það dýrt að borða sem atvinnu íþróttamæður sko skilur allt þetta skilur telur og svo er þetta að borga æfingagjöld og húsnæði þitt og lalala bara ef að fyrirtæki er til að koma að hjálpa með það náttúrulega bara myndi létta lífið fyrir ógeðslega marga bara, og einmitt koma Ísland líka lengra í þessari íþrótt 100% þannig að, já, en maður skil að það er náttúrulega fleiri styrktaraðilar á sjóinu líka bara Víurfell kom þeir sterkir inn í það og ásand bæðinnes bestu og ekki fleiri sponsorar líka bak við sjóið það er einhverjir jú, það er nokkur ég veit ekki hvað má segja í podcastinu, það er að sleppa því en það er búið MMA frétta á 50 lótunar já, ég ætla svona ég ætla að halda allum góðum ok við viljum ekki fara í eitthvað classified information nei, en við skulum tala við náttúrulega ekkert Vitali en Vitali er náttúrulega báranlega góður bara wrestlingi hans er ógeðslega gott striking hann er stór langur hann er stór lightweight finnst mér langur southpaw gott boxing það er bara gott box það er bara ekkert sem að
þú veist, maður vill hún vill ekki vera eitthvað hell yeah, ég ætla að móti löngum southpaw og wrestler þú þetta ekki kosturinn sem þú velur, skilur Nei. Ég vil miklu frekar berast en nonna bara, það bara your funeral, sko En Thomas Murris líka gaur, skilur, sem 12-5 lúkar við Hver ringið mig? Mickey Mouse, eða Mikael úr skólaglíminu Svara honum Nei, við erum í potti Thomas Murris, skilur, góður 12-5 búinn að keppa, hvað það IMMAF, stórum sjóum French Nationals Sko, nú verðum að vera með smá fyllefni og því að ég man að Bjarki baði mig að posta einum hlut hann hann svo champion í öðru ógeðslega góðu organisationi AEF eða eitthvað Nei, var það AEF Þetta ótrúlega flott organisation Sko, hann varð champ í AEF og misti svo beltið ég veit ekki hvort hann var champ í einhverju Jú, hann former Jú, þetta örugglega hann var former champ Sjá, ég postaði þessu hérna Jú, AFC vann einhvern Adriano Agalia og tapaði svo mátu einhverjum Matthew Stúragrinn í tilbörnum hann búinn að vera meistari annar staðar ég búinn að sjá myndbönd af honum í undirbúning það sem ég fengið sent ég hef ekki mikla áhyggjur af þessu en þetta bara svona ég væri ekki ég myndi ekki vera kvíðinn fyrir þessum bardaði ef ég væri við talið sílu þetta að hafa síðan Akkur ekki? Sko ég náttúrulega var að horfa á sparring footage, skilur ég veit ekkert hvað ég má segja það en bara það sem ég sá þá var ég ekki smeykur við hann, skilur og hvað þá að vita hvernig Vitali þannig að góða við Vitali ég sá það kannski í Ífsvæðnum hann prófaði sig að stræka, skilur svo fekk hann eitt högg á sig var svona óviss, skilur misti þetta confidence og skaut bara skilur og það var ekkert vesen að ná honum niður svo veist hann í rauninni ef hann skynjar þessa hættu og eitthvað svona heyrðu, ok, ég þarf að passa mig á því hann kýlir mig ekki, hann náttúrulega getur hann bara skotið hvernig sem Nefnilega þetta bara crazy talent, sko eru heppnir úkrænustákandi með þetta, sko að geta alltaf bara, þeir eiga þetta alltaf í bakhundin einhvern veginn Já, einmitt þú veist, þeir æfa einhvern veginn þannig að þú veist, þeir eru alltaf svona að svona herða svona veikasta hlekkin eins og þú veist, kannski svona strækingið og svona, ætla hans að stræka og eitthvað, svo bara herðu, það gengur illa þá bara hérna, fyrst að plan A klikkaði, þá fyrir við bara default bara í hérna einn plan B sem svona þeir eru svona lifibröð eitthvað Já, það er líka bara svo gott að vera með þetta, skilur pældi ég hvað það getur bætti ógeðslega mikið í strækingum bardaðinu því að þú veist bara, ok, ég veit ekki einhver illa og skíti bara, skilur, svo þú getur alltaf pröfað miklu meira áfram og lalala svo veist, ég held bara að þetta verði Vitali by domination, sko Já, smash En ég reyndar ég hlutlaus, svo ég Ert þú hlutlaus? Ég kýsa að vera hlutlaus á Glacier ég náttúrulega vinn með báðum partíum, báðum liðum, skilur við Já Svo ég svona En þú bara alls saman hverju vinnur Hákon að alli Já, ég bara gæti ekki að vera drull Nei, ég hugsa ég aðeins öðruvísi þar Já, að make sense En allan að Thomas Murris, veist, hann hlýtur að vera góður wrestler líka, hann allan með gríðarlega skeggrót Já en allan með fullta submissions á ferlinum, þannig að hann hlýtur að vera góður í gólfinu Nú, ok Þannig það er spurning, þú veist, þó Vitali nánu niður, hvort það hvernig að gangi haldónu þar hvort hann getur verið hættilegur á bækinu, getur þú Já, en svo Vitali líka bara svo fucking góður glímisalur hann til dæmis gaur sem að bara ég hef ekki einu sinni síðan hoppi guillotine eða triangle, eitthvað sem hann endar undir í hann heldur sér bara í þessum top position chokes eða sem ég hef séð Já, heldur sér að imprentað í þessar wrestlera, sko. Já, við höldum þessum top position því að ef eitthvað fer south, þá bara beila ég Er þetta ekki svolítið svona front headlock og leita bækinu? Jú, einmitt Það er svona, þeirra glímustýtt Já, Darsin, Anaconda og eitthvað svona blei Já, hann var alltaf mjög náðaldi að klára Vesmu Sasa í síðasta klísifætnetbalda með Darstjóki sem að ég held að það var svo ógeðslega djúpt Ég held að allur salurinn og Vitali hafi verið bara steinhissa að Vesmu Sasa hafi Náði hann að losa svo úr sig, bara var hann Ég held að hann hafi náða að labba að Darsir að skríða eins og ormur hann á gólfinu Vant ekki eitthvað eins upp á þetta tjók? Vant hann ekki eitthvað fest á höndina? Var hann ekki svona pínu herna? Jú, eitthvað hann hafi ekki náða að krækja í lappirna Já, var það ekki málið? Svo var Vesmu Sasa líka bara svo fáránlega massaður, sko Þetta var bara gaur Þetta var ekkert eitthvað gaur, þetta var gaur Já, og við það var tjóðist trappar á hún líka Já, þetta var bara og þú veist, Vitali sagði bara it hurt when I punch him
bara he has a hard head já, en ég veit að Vitali var dálítið sjokkt yfir ég hafi ekki klárað hann í fyrstu, skilju en bara skiljanlega þegar þú ert svona og örugglega eins með Kate Steele bardaðan hans þú veist, og ert í sjokki yfir bara að vera Vitali gaur sem svona góður, skilju þá ert örugglega í sjokki yfir að vera bara skeiningöllum, skilju Það til podcastáttur með Fyndur Rútunni þar sem að Vitali og Ernest tala sína ferð til Íslands það mjög skemmtilega, ég mæli með að fólk tjekka á honum ég hlusta á hann og ég var sko, það var svo gaman á góð podcast það náttúrulega eru sko the baddest boys in the podcasting business erum við takk þetta minn, ég veit ekki alveg hvernig ég má taka þetta en ég skellir sér í bæðið mitt beint í bæðið bad boy in the podcast business Það var að hafa svona quote by Kitty Já þið megið fá titilin ég skal búa til the PB beltið baddest boy podcasting business Já, ég ekki seldur það er eitthvað skildur Nei, heyrðu, hætti þessu, hvað Já, Vitali, spennandi Vesmund Sasa búin alltaf í titilbarda á Kate Steele eftir barðan sinn gegn Vitali en Vitali fekk ekki titilbarda Nei, hvað það er asnalegt Það er galið, sko Kannski ekki asnalegt, ég er líka að fara að segja kasta svo mótumónum, mér finnst það bara fyndið, sko Já, ég bara skrifa leikur Það er fárlegt En ef að Vitali tekur beltið á laugardaginn þá hlýtur hann að fá stærri tækifæri Já, en svo, við þurfum lengi berjast við hann Nei, En þú veist að current champion í Kate Steele ætti bara ekki að geta vill hann ekki verja titilin sinni eða eitthvað Ég held að málið með amateur titla er að fólk er ekkert að verja Nei, já, reyndar Ég held að sé öllum drull, sko Við sá Aronlega varðið sinnskilju Já En pro En þú sér engan amateur verið eitthvað að fara Ég held að það sé amateur eru bara að leita sér til bördum hér og þar og er drull hvar, skilju Já Sjá stórt sjó vilja freka fara þanga en er alveg sama og þau lendi í krummaskur, skilju En ef ég væri Dom í Kate Steele þá var ég klárlega að setja upp hennar bardaga með Vitali og þessum gæja sem að vann titilin senast Já Það er bara no-brainer Já, við bara alveg talent Herru, hver er fætin á undan Vitali og Logi Geirs Það er Logi Geirs Já Það er Mósvellingur Logi Geirs Mósvellingur Hvað, er þið eftir á eða? Lats Já, svo 2 árum kannski Hann er Mósvellingur by heart, sko Já En að æfum, fer hann bara í Mjölni bara hvernig degi? Já Býr í Mosó Uppalinn í Mosó Var í Lágafellsskóla Stíktra er ekki á gæmi maður heldur en Mjölni Já, við vinnum samt á völlunum, skilju Við vinnumst í Hafnarfirði Eru þið Logi að vinna saman? Já Hvað finnst Loga með að Hákon sé alltaf pussaðar af Mósvellinga Já, nálega Ef þið haldið að Hákon sé Mósvellinga þá haldið ég að þetta sé frekar jafnt, sko En betur, af hverju Já, Logi er alveg mikið pussaður í Mósvelling Þið bara sjáu það ekki á miðlunum mínum og Hákons, skilju Þegar ef að Já, ég er með þessa reglu, skilju Ef það er eitthvað í gangi í Mosó í Mósvellinga eitthvað Hákonin í þá bara eins gott að dreifist, skilju Þetta er manni hvernig Maggi orða þetta, eitthvað frægasti maður í heimi í Mosfellsbænum eða eitthvað Frægasti maður í heimi í Mosfellsbænum Já, þetta er eitthvað hannig sem er náttúrulega í hjarta Magga er náttúrulega svona nafli alheimsins Já, já Mosó, sko. Ef þið pæli í því, þá væri ekkert til að það væri ekki fyrir Mosó Já, samkvæmt ykkur Mosfells Já, finnst ykkur ekki gott að borða kryddbrauð það? Það kemur Mosó Já, og kannski nanbrauði líka Nanbrauð, Mosó Butter chicken Þetta gerðist allt í Mosó, sko Í Leirutanga, þar var verið að búa til butter chicken fyrsta skipti, sko Var ekki hérna einhver bóndi í Mosó sem að smíða fyrsta katanas fyrir Jú Það er ekki? Jú Mér minni það Jú, það var hann rétt við Esjumela Mér rámar eitthvað í þetta Mosó, ótrúlegu staður og núna er búin að gefa af sér Hákon og Ló Já, pældi því Þú veit að Mosó líka bjóti fyrsta fótboltavöll á höfuðborgarsvæðinu á Tungubökkum Mosó er bara made it all Sko, á þeim tíma var Mosó ekki örugglega talið hluti af höfuðborgarsvæðinu þegar Tungubakkavöllurinn Mosó besta skateparki kannski That's what's up Heyrðu þetta? Ég var lítill, ég var alltaf að fara í Mosó og bara vera þar allan daginn fyrir skateparkið Nákvæmlega, og Nonni, hvað varst þú að gera? Veistu, jóka það?
Já, pottet. Nei, Hvað sem við tölum, skýtur alltaf nonn og það er upp á þurr. Já, mækinn snýr svo ég snúi að honum. Já, það er að vilja. Ef ég Þú getur snúið á henni bara eins og vilt, sko. Já, en að snúa skotið á lendi ég. Já. Nei, en, já, Logi úr Mosó. Já, það er established. Já, og... Hvað ef hann myndi bara stela laginu að hans Hákons, og hann náttúrulega lappar inn á undan. Já. Hann myndi bara mæta bara Mosó! Hákon bara, what the fuck? Já, ég reyndar sko, ég er búinn að sjá walkout-lagi hans og mér minnir það sé ekki að gerast. Megum við vita walkout? Nei, ég ætla ekki að fara að dreifa því. Það er ekki að veiða þetta. They're private, their privacy. En, já, hann kemur úr Mosó líka, skilur, var í Lágafellsskóla. Þetta er þetta Mosólinga spirit, sko. Hann er líka í blaðinu í Mosó. Og hann er alveg big shit í Mosó, sko, big time. Veist, fólk veit hver Logi Geirsson er. En Logi er 5-0 samkvæmt Tapology. Samkvæmt honum er hann, hvað var hann? Með öllu sem hann hefur keppt í, þá er hann 8-0. Já, það passar. 8-0. Samkvæmt öllu sem hann hefur keppt í, hvað vantar hann að Tapology? Það var eitthvað móti í Króatíu. Já, ef við skoðum bæjóið hjá Loga Geirsson þá stendur hérna undefeated 8-0, 6 via sub. Og hann er einmitt brúmpalli líka. Já. Logi Geirs er yngri en Hákon, 1 ár yngri. Já, aðeins ferskari svona. Ég er að fara á móti Gaur sem er 22 ára, 2 árum eldri en Logi, sem er 5-1. Theo Romery, hinn anstæðingun að statt út. Hann er 5-2. Nei, 5-2. Já, Theo Romery, 5-2. Já, samkvæmt Tapology. Hann tapaði hérna bara núna í, þú veist, bara síðustu helgi, sko. Nei, hérna, já, 13. februar. Það var bara föstudaginn fyrir rúmri viku. Alveg rétt, já, þess vegna erum við ekki með rétt hérna. En þessi Theo Romery, hann stígur inn með stundum fyrirvara eða hvað? Hann kemur inn fyrir annan anstæðing? Já, Orges Bayrami, sem er einhver gaur sem var, já, er góður. Góður gaur. Ég í rauninni hef ekkert séð af Theo Romery, ég veit ekkert hann. Ég veit bara, þú veist, Logi er búinn að walk overa alla anstæðingina sinni, ég skilja hvað hann ekki að gera við þennan. Ég þarf að vera sammálaðir, sko. En þessi gæði hefur finnið sér alla barðan sem hann er unnið. Hann er með 100% finishing hluta. Og það er bæði submissions og KOs. Það er enda gaman. Vistu hvað er ávaxin? Nei, ég er ekki viss. En þú veist, Theo Romery var að keppa 13. februar, það er smá tæft. Stuð síðan. Og það var barðan sem fór all leið, þannig að 13. februar, sko, er föstudag. Friday the 13th, you're fighting on that. Sko, já, rétt bara deginu fyrir valentínudag. Hvað er hann að pæla? Ángrís, nonnið ekki gert það. Nei, heldur betur ekki, maður. En ég held að sé alveg bömmir að líta bara eitthvað, heyrðu, eða coach ringir og eitthvað, you gotta fight, bara, gotta fight, yes, I'll send you his Instagram. Svo bara, Logi Geirsson. Bara Southpaw, langur, stór, vinnur, alla barðana sína. Bara ekkert næs. Nei, þetta er, sko, ég horfði á, hérna, barða með Theo Romery frá því í mæ í fyrra. Ég verð að segja að hann elsku Theo er, sko, below bang average glímumaður. Meinar. Bara, það er, hann var með eitthvað glímutakta, sko, og bara því miður Theo, ég ætla ekki að hljóma eins og Shania Twain í allt kvöld, en you don't impress me much. Hvernig er rekordið á móti, hvað er rekordið á gaurinu sem Theo var að fara á móti, sjáu það? Hvað er þið með þetta hana? 3-1, 1-1, 0-0, 0-0, 4. Já, ég verð að segja að þetta verður algjör, þetta verður bara svona, svo við erum murder in the cage. Herðu ekki að ræða þetta dansmyndband að Loga? Vá, hvað var gott. Já, oh my god. Hann hefur lært þetta Gunnar Nelson. Ég hef nefnilega séð Gunnar. Logi að dansa? Já. Hefur ekki séð þetta? Nei. Hann hafði mega dansi á honum. Oh my god. Ég misti það því. Nonni, þú er að hætti þessu jóka. Ég er mikið dansari sjálfur, sko. Þeir dansa var mikið að nöppi í mjölni. Þeir eru tekið eftir þessu. Já, við erum alltaf það, sko. Alltaf þegar kem White Girl Music, það er alltaf bara að dansa, sko. White Girl Music? Er það eitthvað sem að kveikir í mjöðmálunum þínum? Ég var vitna þessu, ég var ekki eðla ánað með, ég sá Viktor Gunnarsson að dansa þetta, ég var bara, you got me in the mood. Mikki eða Gunni eða ykkur, eða Viktor eða eitthvað, senda bara á White Girl Music, það bara verður allt galið, sko. Ok. Bara byrja allir að dansa, enginn þarf að æfa og bara... Allir að dansa? Já. Það er á stemming að það. Mér finnst alltaf svo góð tónlist líka á æfingum hjá okkur. Já, það er geðveik tónlist alltaf, sko. Ég er alltaf einn að dansa í Reykjavík, ég er furðu fuglar. Ég er engu gymmi, eða? Já, það. Já,
bara, please. Svo fyndið, sko. Við erum bara að sparra, svo logi ég bara hérna, svo bara, Ísak, kemur við bara, svo bara, og hann fucking langur með það southpaw, kemur bara sidekick. Já, logi með gott sidekick. Ég hef búin að sjá það. Svo reynir ég cross distance, þetta bara cross, BOOM! Og bara, þetta alveg umulett, sko. Það svo ógeðs langur, og svo reynir að glíma við hann svo ógeðs langur að glíma líka. Já. Og hann bara verið bara vefið sér kringum þig. Bara vorkið sem hvað heit hann? Theo Romari. Já. Ég vorkið hann líka. Logi líka mikið að æfa með Július, eða ekki? Jú. Og Július lukkar ekki eins og gaur sem aumur, sko. Ég alveg freka við sem að Július sterkur gaur, sko. Já, hann bara fucking brickhouse, sko. Já. Ég skal alveg fílhraustur, sko. Já, svo Logi klálega að fá almennilega lotur. Já, ég sé á stundum og það alveg svona virkar píl, ég ekki að horfa á þetta, ég bara sparra sjálfur, en það virkar eins og Logi alveg svona ná Július alveg svona making work, sko. Já. Og þetta er svona, þetta var Július, þetta bara jafnir. Núna finnst mér eins og Logi svona að byrja að vinna, eins og Logi að byrja að vinna, vinna í sitti sem hann að reyna að gera. Já. Og það bara, þetta svínvirka, sko. Nice. Ég spenntur fyrir þessu. Ég spenntur, en ég hugsa að þetta verði bara reyna ekki tjók í fyrstu lúti. Já. Svo gæti líka bara Logi vilja hann stræka. Mér veist allan að, þú veist, maður er búin að horfa á spörr hjá Loga og þú veist, hann líka bara svo drullu góður strækar. Já. Og kannski sérstaklega út hann að mæta gaurarna sem líklegast ekki jafn góður á hann. Kannski vill hann svolítið bara æfa stræking í fight. Já, einmitt, nýta sér þetta, skilur við, þú ert southpaw, þú ert óþægilegur, skilur við. Þú ert southpaw langu gaur sem ert alltaf að sparra við gaurar sem orthodox og minni en þú. En orthodox gaurinn sem minni en hann aldrei að sparra við southpaw langan gaur, skilur við. Nei, einmitt. Þetta er, skilur við, advantage, skilur við. En Logi skipti náttúrulega yfir í southpaw. Hann sagði í podcastinu ykkar að hann hafi mitt sér í hnénu og... Já, skipti og bara fílaði það betur. Það er bara galið gott. Líka eitt sem Logi gerir svo vel, þið vitið alveg, þegar við sparrum á southpaw, þá vill hann hafa alltaf fótinn fyrir utan fremfótið hans. Skiptir ekki mála á móti Loga. Hann er svo langur, hann er bara, þú veist, að næja, komast framhjá og svo bara spinning back kick. Þannig að alltaf ég held í svona, já, ég er nánum og bara BOOM! Alveg umlegt. Ég elskar hvað þú átt mikið á svona traumatest sögum. Já, þetta var bara fleiri, sko. Svona eins og einu góða höggja á hann og hann bara sé hann bara fuck. Man heyrir alltaf svona sögur Mjölni eitthvað, svona, já, svo fór ég á fyrstu sparræðinguna mína. Ég var lamni klassu. Greiinn með það. Já. En því að Rómari til smá bóta, skilur við, þá, þetta er gaur, hann mjög hraustur, virkar líkamlega mjög hraustur. Já. Hann game, svo gaur sem tilbúin að taka eitt til að gefa eitt. Já. Og svona vinnur barðaninslega svolítið á því að vera bara svolítið svona hvað maður segja, svona dominandi inn í hringnum. Hann er bara til í þetta. Já. Hann er bara oftast meira game en aðstækjandi sínir og búlja þá. Já. En ég því mjög hissa ef hann búljar Loga Geirs. Já, ég held að það sé enginn að búlja Loga Geirs, sko. Ég held að það sé. Logi er líka bara mjög hraustur. Já, svo er Logi svo næs að þú vilt ekkert búlja hann. Nei, ég held að Logi hafi aldrei hvæst á neitt, sko. Nei, þetta er... Logi er svona að mér líður illa langum að knúsa hann, skilju. Í hvern leitast þú? Þegar þér líður illa, Loga Geirs. Ég fann ekki á Loga Geirs. Það virkar eitthvað svo prúður og góður strákur og svo sé maður hann í búrinu bara eitthvað að myrða einhverja menn. Það er kontrastið þarna á milli, sko. Það er sko, hann virkar ekkert, það er rosalega prúður og góður strákur. Já. Ég veit að, mér er alltaf mjög minnistætt, ég er að spurða hann eitthvað svona, í podcastinu eitthvað svona, ef þú mætti vera með eitt ofurkraft, hvað myndir þú vilja vera með? Hvað ofurkraft myndir þú vilja fá? Og Logi er eitthvað svona, ég væri til að breyta líkum í hvað sem er. Og ég var bara, ok, þetta var náttúrulega sko líkur í svona veðböngum og geta breytt líkunum í hvaða stuður sem er. Ég ætla að stara líka sem bara döða. Ég veit það. Við hefum bara verið með einhvern sociopathir í stundum. Það var ekki bara svona, stemningin í podcastinu bara dó og við var bara, Logi Geirs allir svo eitthvað bara svo situr hann bara geðið næs bara. Já, með þetta bros. Já, hann er bara bros er svo brúður. Hann er svo frábær, sko. Þetta er svo góðu gæði, sko. Og það er engin svona einhvern veginn stælar í honum, sko. Svo hann bara með backup plan að vera læknir eða fætning dótgengur. Já, who does that? Þú veist.
allavega sko, ég á einn vinn sem er MMA, þetta er Hákon og hann er heimskur. Nei, tjók. Hákon verður ekki læknir. Hákon er ekki verið að læknir, sko. Hákon er með lesblindu. Nei, tjók. Nei, það er crazy að, þú veist, vera með backup-plan sem læknir. Það er vanlega main objective í lífinu. Já, en ótrúlega verður bara, ef þetta gengur ekki upp, já, ég verður bara læknir. Og brosa svo. Já, bara, og ég bara svona, veistu, ég bara trúi þér. Ef að Logi verður læknir þá má hann vera heimilislæknirinn minn. Já, í hvers skipti sem að þú bara yngróði hár eða vörtu eða eitthvað beint í Logi. Nice. Ok, what the hell. Sorry, já. Hann er á Mosó, sko. Já, það er rétt. Hann er þið fyrsti, sko, MMA-læknirinn á Mosó. Ég fer eitthvað við sem enginn annar hefur gert það. Er eitthvað frétt á tjattinu það? Herri, já, okkar besti maður haldið að hann verði jafn hættilegur og Sean the Sheriff sem hann fætaði á Goliath. Já, tangreinstúpan. Sean Sheriff, vaksin eins og tangreinstúpa. Já. Hver sagði þetta aftur? Getur þið mynda á hann? Já, byrju. Ég man ekki hver sagði þetta. Nei, það var Jóningi, var það ekki? Jú. Var það ekki Jóningi? Bara hann er vaksin eins og tangreinstúpa. Eða hann er búin að skipta mynd á það var hann getur við búlíðum hann svo mikið. Hann hefur heyrt þetta og bara Veitu hvað, barast hann á móti Loga eða Viktoru? Já, á móti Loga. Já. Ég held að hann sé búin að berjast á móti einhverjum öðrum Íslending líka. Þessi Sean Sheriff. Sean Sheriff. Já, þetta var ríkilega eitthvað. Var það Bretti eða? Já, Bretti eða Skoti, sko. Ég er ekki að finna hann hérna, en hann er búin að skipta mynd á hérna. Já, hann er hann var greinilega ekki að fíla, sko, tangreinstúpu stílinn, sko. Hérna sjáu hann, sko, ég reyna að zooma inn á þetta. Já, þessi. Alveg rétt. Hann er bara með eitthvað svona. Það var svo gott komment við Jóninga. Hann er vaksin eins og tangreinstúpa. Já, ég man þetta er eitthvað svona mjög skrítinn svona björgunarkútur utan á mitti á hann. Hann hefur verið ógeðslega feitur. Já. Og svo hefur hann grennt sig ekki mikið. Það er að æfa fighting og það er maður oft með smá svona tussubumbu eftir. Já. Einmitt. Ég er með það vona að ég verði ekki þannig þegar ég fæ sixpackinn minn, sko. Það verður svona lafandi húð. Það er bara svo sjaldan sem að stráka fá svona svakalega tussubumbu. Já, herru, við látum þetta ekki hérna, við mistum sko 3 viewers eftir þetta tussubumbu komið. Allir feitir. Já, allir. Bara, heldur síður. Ræðilegt maður. Herru, hérna, miðum að þessu aðeins áfram. Hérna. Já, en hann er ekki mætt, ég sagði Bullan að mætti Íslendingin, hann hefur mætt Jacob Calvin og Samuel Hewitt. Jacob Calvin alltaf fór að mæta Adam Bjarna og mætti hérna. Hver átti Hewitt? Samuel Hewitt var í Fight of the Night á móti Aaron Kerr og síðast að gleysi fæna. Já, alveg rétt. Það er Mule, heitir ekki það? Jú, Sam the Mule Hewitt. Hewitt. Hann kallaði sem Sam the Mule Hewitt. Nei, hann bað okkur að kalla sig Sam the Mule Hewitt. Breyta eftirnafninu sinu? Nei, þetta er örugglega eitthvað bandir, sko. Ég veit það ekki. En ég man bara eftir að hann vildi að nafnið sem myndi ríma. Mule the Hewitt. Já, ok. Ákveðin dýpa. Já. Það var skemmtilegur, sko. Já, brauta sér hendina í fyrsta lóti, sko. Já, það máli. Já. Hvernig voru því? Kildan. Ég er að búast því. Nei, ég veit ekki alveg hvað gerist. Ég veit að, ég man bara eftir að hafa fylgst mér á Instagram eftir á og bara eftir bardagan tók hann hanskan af sig og bara hann var bara með, his hand was a balloon, sko. Hafið séð á Instagram þegar gæinn kildi og bara allt hennar er brotið. Új. Ekki séð það? Hvað bara hnúið í gúlum? Combat Night sem Aron Frans hefur kæft stundum á og gæinn kýlir bara í kroppinn, minnum mig, og bara allt með ristum brotnaði. Og hann bara heldur hann kýla og svo eftir bardagan kíkir hann og bara Jú, ég sá það. Ég hlýtur þetta út allt, sko. Jú, ég sá þetta. Og hann er bara dettur í gólfið, hendur sér gólfið. Ekki hissa, bara kíkja niður höndinu, bara döttur á, sko. Shit, já. Þetta hefur farið svona beint í gleymskubankan, ég bara vildi ekki muna þetta. Nei takk. Herru, ef við fáum fyrsti bardaginn á mennkartinu, Hekla, á móti Catherine Haberly. Ef þið er svona A með 2 punktum yfir, hvernig myndi segja? Haberly. Í síðan myndi vera hún er þýsk, segir þú? Já. Hún er með þess að frá, sko, Er það ekki bara hún er frá Rautlingen. Já. Veit þið hvað það er? Rétt fyrir Hamburg.
Djók. Veitu hvað nickname hann er? Hangry. Hangry? Já. Hvað er þá allt nafnið með nickname-inu? Catherine Hangry Haberle. Bara H-A-N-G-R Já. Hangry Þetta er sko þessi gæla með gull og immaf. Já, þetta er sko gæla sem er góð. Já, hún er góð. Og einmitt, þetta er, þú veist, Hekla eða Catherine er að fara að missa núlið. Bara kemur í ljós. Somebody's always got to go. Ætli þetta sé ekki svolítið striker versus grappler viðureik. Hún er allavega með 2 af þessum 3 sigurum eru KO hjá henni. Já, ok, þá hef ég nú litlar áhyggjur á Heklu. Hann tökur einhver gúli. Já, why not, skilur við. Já, en hún er með svakalegan kickbox fyrir, hún Haberle. Aha, Já. þú veist, nú veit ég ekkert Haberle. Hún var svona, hún kom inn í hennan bardaga þegar, þú veist, ég var komin í gang, skilur við, hætti svona pæli anstæðingum, byrjaði bara að vinna. Þetta var síðasta Hún tók henni bardaðin sem var barnaðan þegar þú kynntur. varst komin í gang. Já, ég þegi. Náttúrulega, Hekla átti náttúrulega að fara í titilbardaga hann út í Skotland, Já. í Cork, í byrjun febrúar. Já, í Írlandi hann að Cork. Það datt niður og þá var þetta bara sett saman í staðinn. Já, það var verið að leita af anstæðing fyrir Heklu, þú veist, fyrir þetta kvöld, en svo bara leiðilegt að hitt þetta nýr. Já, en hún Hekla er bara í kampi bara síðan þá bara jólin, sko. Bara sko, síðan 1700 og Súrkál. Mér finnst bara, Hekla er búin að æfa síðan sko 2003. Já. Bara, mér finnst alltaf vera að gera eitthvað. Skilja, alltaf æfingar. Ef hún er ekki að veiða flótta fólk upp úr sjónum þá er hún í gyminu. Já, og meiri segja þar er, þú veist, ítalst MMA-gym. Já, hún getur aðeins. Já, bara tengst allt. Svo hún er líka svona, hún er með svo healthy approach á MMA, skilur, hún er alltaf fresh. Já. Hún er aldrei einhvern veginn svona kötta eða eitthvað, hún er bara svona rosa mikið bara eins og hún er. Já. Lappar einhvern veginn bara í sinni vögt. Já. Og það er aldrei einhvern veginn, eins og ég sá hana þessi dag, það var ekkert að sjá, hún var eitthvað svona kampi eða var að fara að berjast eftir nokkra daga, skilur, hún er alltaf fresh. Já. Það var að vera að tala sko mindseti, þetta er bara besta mindset í MMA, þetta er ekkert erfitt. Þetta er bara eitthvað svona, ég er bara að fara að gera þetta, þetta verður bara gaman, ég hef gaman af þessu, ég er að gera þetta út af mér finnst þetta gaman. Ekkert eitthvað svona, ég þarf að gera þetta, bara mér hlaka til. Já, líka bara gengur allt svo fokkin vel hjá hann. Já. En þessi Catherine ég held ég að við talið 5 eða 6 kickbox-bardaga bara á YouTube, bara K1 Kickboxing. Já. Og hún er rosalegu strækjar. Ok. Þannig þetta gæti orðið, þú veist, strækinglega séð, gæti orðið svolítið erfitt fyrir Heklu. En, þú veist, ef einhver kann að glíma af stelpunum með þeim. Náttúrulega bara á síðasta gleysi fætna, þetta mætti hún að Nicole Gomez sem var líka með einhvern kickbox-feril og þú veist, hún ádanna nokkur högg en svo bara skaut hún inn og þú veist, og þegar þetta var, þú veist, þegar hún náði utan hana, þá sá maður bara strax hvað hún hafði miklu yfirbyrði. Já, í spörrum er hún taka niður alla strákan sem hún spara við og þú veist, ef það lendir undir þá er bara greið þú, skilju. Þetta er sko svo underestimate allir hvað Hekla er sterk. Ógeðslega. Það er bara ömurlegt ef hún grípur undan eða það er bara fuck, well, það er bara fastur. Ég skal bara vera hér. Þú voru alltaf aðeins að fara að taka til í glíminu, Kitty minn. Já, það er ekki. The women and the children too. Hver er svo búið? The women and the children too. Það er svo gott ríl. En já, sko, crazy bara, ef hún er tækja þér, þá var það bara leiðilegt. Það er ekki gaman. Ég svona velti fyrir mig, nú veit ég ekki nógu mikið MMA til að mynda það, sko, en hún er með þykkan mjöðmir. Hún, Catherine Haberle. Ok, varstu það bara að horfa á mjöðminn? Já, þetta er eitthvað. Þetta er nonnalega að koma og við erum búin að ræða þetta fullt af kallmannspörtum aldrei kommentaði nonni á vaxtarlagi á neinum sko. Svo bara koma bara Varst þú ekki að tala tannkremstúkumannin á? Þú varst bara með þessu eigið fact shame. Ég gæti jafnbreytti kynja. Oh my god, getur við spilað þetta lag, Horny Nonny lagið? Hvað áhrif hefur það á glímuna? Sko, ég vil ekki svara það lengur, ég get ekki hægt. Hversna spurning er þetta? Breiða mér áhrif á glímu? Já, ég bara spáði, þú veist, hvort hún sé... All that junk in her trunk. Ok, sko, ég er alveg óþægileg. Er það meira að gæti ekki stærri body triangle út af þessu stærri mjöðum? Ég hugsa að það væri
erfiðar að ná góðu taki, erfiðar að loka saman höndunum og Ertu með að púta niður? Ertu að lesa á skjánum? Hún með breiðar mjaðmir. Nei, vissulega ekki. Og erfitt að taka niður. Oh my god, Nonni. Spura tjattið, what to big hips. Já, ég bara, nei, en ég bara sé ekki hvenar þú ert að grípa þannig mjaðmir og neinum í glímu. En það er þetta bara rétt svo og svo aftur í búkinn. Já, en ég held að Nonni sé aðalega bara það, sko. Það grípur utan og Já, maður má það spyrja. Já, ég held að, þú veist, jú. Það er liðlega spurning. Já, ég veit ekki hvort að hafa ykkur áhrif, skilju. Spurðana ég veit líka að Hekla á líka, þú veist, bara mjög auðvelt með að float on top, skilju. Að bara ræta þetta á þangað til að, skilju, hún endar aldrei í top position. Skilju, hún transitiona bara heldur top positioni og endar aldrei í bottom position. Það sé ég ætla að segja. Þannig að hætta að horfa svona á mig, Nonni. Nei, það Nonni má náttúrulega ekki heyra bottom position. Já, hann var að hugsa breiða með mér og bottom position. Já, það er til svona... Nonni er alltaf bottom í jóka, sko. Já, ég er eitthvað bottom í jóka, sko. Það er enda rétt. Shit, hvað það var pyrrandi. En ég var svona að hugsa svona hit throws og annað gott, sko. En alltaf leið. Já, aldrei bætt í hver eitthvað með stóra mjaðmir í glíf. Hvað ert þú að hugsa? Já, ég sé ekki fyrir mér þetta sé eitthvað við. Ert þú open með bara eitthvað kemur að glíma þetta bara, já, nei, hann var alltaf stóra mjaðmir fyrir mig. Nei, ég gera það. Nei, ég pæla ekki í því, sko. En eða kona? Nei, ég pæla ekki í því, sko. Það er búið að banna mamma að glíma við konum. Þegar ég er að tippa á svona, ef ég er að tippa eða eitthvað svona, þá leita ég eftir svona júdómjöðmum, sko. Já, ert að vitni í eitthvað svona júdómjöðmir, pælingar? Já. Er það með meiri flöt til að kasta með? Já, bara, þú veist, massi, girth. Akkur sagðirðu það ekki? Ég varpa fram spurningum, sko. Það hljóma svo illa, sko. Ok. Þið létið þetta bara hljóma svo illa. Já, þú ert með 2 young guns í stúdíónu, sko. Já, heldur, sem að eru, sko, í, já, tilbúinir. Ég er alltaf í söfnkassa. Og með pinga hérna, sko. Já, við hefum ekki að gera þetta, við hefum ekki að láta að rúlla svona lengi. Það er gaman að þessu. En Hekla María áður alltaf glímuna gegn henni, sko. Já. Og Catherine Hepburn, hún er strækir á guðsnáð. Já, en svo veit maður ekkert, skilju, kannski Hekla er líka ekki lélegur strækir, skilju. Hekla getur alveg farað inn og stræka líka. Það má ekki segja. Hún er alltaf mætti þarna Nicole Vernon í Bretlandi. Já, svo góð strækir, skilju. Mjög góð strækir og þær skiptist á alveg á að smetta hvora aðra í smett. Þangað til að Hekla bara, herri, veistu, við tekið bara niður. Já. Þú veist, reynda að tóka niður. Já. Flott. Þannig hún, að smá svona, en þú veist, Hekla hún hefur svona þetta spil í bakendinu, eins og Vítali, sko. Já, Hekla átt að líka að geta bara pressaði upp að búrinu og bara haldir í einhverju klinsi þarna að kýlti softinu, skilju. Og búrið er lítið. Það mun hjálpa Heklu. Já. Er þetta sama stærð og er ekki gaman? Já, þetta er bara það búr. Þetta er það búr og þú veist, það sem að náttúrulega er Catherine, ég náttúrulega veit ekki hvernig búri hún æfir í, en Hekla æfir í þessu búri, skilju. Þægilegt. Það er eitthvað sniðut, þú veist, það heldur það actionu, sérstaklega sem amateur barndom, það heldur það actionu svo þjætt. Og þú komast ekkert með að, þú veist, sörkla út, sko. Já, sem verður náttúrulega, það verður bara action-packed night. Ég held að það, ég segi þetta nú alltaf, en ég held að það geti komið smá í kollina á mjölnismannunum, af því þeir æfi svo risastór búrið sem geta hreyft svo ógeðslega mikið. Sérstaklega, þú veist, þeir reynda allir sem ekki glímmenn, en svona fyrir strækir, sko, þú veist, að vera þá vanur að æfa í þessu risa UFC búri hérna sem er upp í mjölni og vera svo komin inn í þetta litla búr, sko, þetta er alveg munur. Hvað veist þér það, Ísak? Ég er búinn að ræta gæna í mjölni, ég hata þetta búr, bara með öllum mín hjarta, sko. Út af því... Mjölnisbúrið er ekki gamma búrið. Mjölnisbúrið, út af því og bara með þetta ekkert illa, sko. En bara ég hef meitt mig svona nokkur sinnum í þessu búri, ég veit þetta ekkert hvað það þann inni, en þú veist, dúkurinn er rifin upp, ég var eins og bara pressa gæða, tása mig, fór inn í dúkinn og bara táknaði tásinu. Og svo var einhvern veginn, þú veist, að bakka í búrið og þá er svona ziplock, bara svona, nei, hvað, svona... Zip-tie, nákvæmlega, sem bara í kantinum á búrinu, sem bara stakk mig í fótinn og skar mig í fótinn. Þetta er bara allt rifið í tætlur. Ég held bara að við myndum gera upp við búrið, það var miklu betra. En svona stærði? Ég meina, þið áttast þér í, það er eitthvað annar í líka. Það er, eða þú veist, þannig að annað par, eða þú veist, það eru 4. Annað par, ertu mikið með... Það er swinga. Hendi sem degur í, sko.
Þú að tala um mjadmér. þetta einhver swingersklubur að það hérna? Þú getur ekki tala um eitthvað, þú varst að tala um mjadmér á, sko. Já, ég meina, þú veist. En hvernig haldið að verða að sjá Julius og Yasin, Já. ég er komið að það eftir hann pæli að svo 2 heavyweights. Já. Þeir fyrir bara að tökka olbúan alltaf. Nei, því ég fór Underclub, þá, þú veist, tók ekki þannig sér eftir því. Nei. Það var bara, þetta var svona píndið með mér að hafa mér stjórn strax. Og þú veist, en þá einhvern veginn, þú veist, ef þú eru búin að tapa stjórninni, þá ertu strax í verðstöðu, en þú ert að með stjórnina, þá ertu strax í miklu betri stöðu í minna búrinni. Það var svo miklu léttara einangran. Þetta er einhvern veginn, þú veist, betra og verra fyrir þá, þú veist, þetta make a sense. En alltaf í þessu búri í Mjölni, þá er ég annarkvort bara alveg upp í vegginn, bara að drilla eitthvað, eða þú veist, þá eru akkurat 4 í einu. Og þú veist, en akkurat, því ég verið bara 2, þetta er alveg svona, maður getur verið bara hlupið hringi, sko. Þetta er alveg pínu asnalegt, sko, ef báðir ekki tilbúinir að vera alveg bara að pressa í hvert annað allan tíman. En mér finnst gaman að vera í svo ekki aðbúri. Og akkurat Bara meira action. Já, nákvæmlega. Það bara kemst ekki upp með það, bara hvað er það sorgbúkur? Bara herbyggið, eða þú veist, svona lengdin. Já, ég veit það ekki. Hvað Hvað er stúdíó okkar mörg búr og lengt? Það mér minnir að sé 2 og eitthvað í allar áttir. Já, þegar maður tapar hérna. Já. 22. Minnir eitthvað svona, eitthvað þannig. Minnir mig á mælingunum sem ég séð. Gæti passað. Sáuð henni Króatíu þegar Viktor og Laugi keppti í kassabúri. Já. Það er alveg fáránlegt, sko. Og ég spurði hvernig var það og Viktor bara, þú veist, hann sagði mér hann gæti bara einhvern veginn, þú veist, eða hvort það var Laugi og þeir gáttu bara verið í horninu, þá þarf ekki að taka hann niður. Það er maður bara fastur. Já. Eða þú veist, mann er bara að vera stöður svona. Já. Bara í horninu. Já. Það er bara 90 gráðurnar og getur bara að chilla þar. Það er svona svo fyndið, maður sá bara Gunna, þú veist, ein megin horninu. Svo bara Laugi og eitthvað lengst þarna eitthvað. Bókstaflega í hóttinu. Já, bara lengst horninu. Fyndið. Herru, hérna, hvað er fætin á undan, hérna, Já, Heklu? það er hann Feature prelim, það er hann Mikki. Já. Sko, það er eitt þykkur motherfucker. Já, Mikki þykkur. Mikki þykki. Mikki Knús. Já, Mikael Leo Akleven á móti Rafael Navello. Já. Orkun húnum bara strax. Já, Mikki er 4-3 og Rafael er 4-1. Já. Sko, Mikki er 22 ára, Rafael er 27. Rafael er saman nicknameið Flash, svo spurning hvað sé eitthvað hraður, ekki? En þetta er stór guður, þetta er stór fokkar, sko. En það, nú hef ég ekki skoðað hann neitt, sko. Nei, hann er mjög hávaxinn og langur, með frekar gott striking, rosaleg body spörk, minn mig sérstaklega minnstri fæti, sko, ég man ekki hvort hann sé sátt på, getur verið. En það sem hann gerir rosalega vel, sko, ég var að skoða barna með hann, og það sem hann gerir rosalega vel er að nota fjarlæðina sína og sörkla til hliðar þegar það er pressað á hann, skilur, því menn eru mikið í því að hann loka þessu distansi og hann gerir rosalega vel í því að halda distansinu. Þannig að ég sá fyrir mér, sko, að þetta gæti orðið pínu bras fyrir Mikka. En þetta er lítið búr og það er ógeðslega næst fyrir Mikka sem er bara með elite level wrestling að taka niður stóran gaur, veist, hávaxinn gaur og þeir eru jafn þungir, þá er þetta bara. Ég myndi hugsa, sko, að búrið núna sé Mikka í vil. Alveg rosa mikið, sko. Ég meina Mikki er að spara við Loga, Steinar, mig, Július, allir hávaxinn hann og hann er vanur svo hverjum degi, ég veit ekki hvað þessi gæjar spara, ég veit ekki, ég aldrei sé annan gæjar sem Mikka. Þetta er bara eitthvað, þú veist, ekki, ég tala illa, bara skepna, hann er bara skrimsli, get nice og svo bara byrjar maður að spara og þá bara tekur maður upp á hendum hann og bara rífur hann sundur. Og þú veist, svona maður reynir að gera eitthvað við hann er bara svo stuttur og þjattur. Ég er að reyna að setja eitthvað múra og hann bara reynir bara á móti. Bara, það er ekki hægt að setja neins missions við hann, það er svo þjattur og held að þessi gæði, þú veist, ekki sen, sko. Já, gaman að sjá líka Mikka koma tilbaka því að, maður, þetta var nafn, skilur, Mikki var að keppa og var bara, maður vissi hvað Mikki er, svo sá maður ekkert frá honum. Nei. Og svo núna er gaman að sjá aftur einmitt bara komin tilbaka. Já, var það einhverju veseni með öxlinu sína? Já, öxlinu á hálsi sem er með. Já, það var eitthvað svo tauga, eitthvað, þú veist, það var einhverju læknar sem sagði bara að þetta hætti svo. Það stæði alltaf ekki það, sko. Læknar segja það allt. Já, læknar segja a lot of shit. Já, einmitt, þú veist, ef maður myndi alltaf hlusta á lækninu sinn, þá
Það myndi maður aldrei gera neitt skemmtilegt. Það er bara... Já, engin góð saga að byrja og ég var að borða salat, sko. Já, það er just kraftur í honum. Ég var farið að mæta einhverjum svona nokkrar sparræðingar upp í Mjölni og ég sá hann bara einna súplexa Anton Smára. Já. Á einna einhvern, ég var bara fucking En ég kallaði mikið súplex eða eitthvað. Það er alltaf það hann grifur böttalokk mig, ég sest bara í örðuna. Ég nenni ekki að kasta hann, sko. Einmitt. Ég er bara ekki senn, sko. Já, ég fer bara quadpot og bara gera eitthvað úr því, sko. Ég sá líka bara buffenið gauður á einhverju æfingu og hann bara komið sækundról og bara gefur hann nýja og full og eitthvað. Ég var bara eitthvað, ok, ég verði ekki til að vera með honum, sko. Er hann dólgur, eða? Já, ég held það, eða ekki. Er hann lúmskur dólgur í búrinu? Ég gæti ekki gefið hennu eitthvað svona body, nýja í body eða súplexað menn. Hann gerir það alveg, sko. En vitið í hvað þingdarflokk var hann að keppa áður? Lightweight. Nú er hann að fara í welterweight. Jaha. Já, þessi barndagi er í welterweight. Hann er líka svo fucking þykkur, líka bara að sjá bara lóðin sem hann er að hlaða á stöngina sína, maður, god damn. Það verður gaman að sjá hvernig hann adjustar, skilur, yfir í að vera í þessum þingri þingdarflokkum, skilur. Ég held hann endi í heavyweight. Þú veist, vinnur hann ef hann tekur bara gaurinn og kastar honum út úr Já, ég var eftir að tala súplexa, það var að fyndi að hann myndi súplexa bara á búrið, skilur. Það gæti gerst bara frá einum endanum í hitt. Það var alveg cool. Já, það var ekkert eðlilega gott fyrir sjóu líka ef að mikið hend bara í eitt súplex. I love it, sko. Það var svo gaman að sjá þessa viðbót þegar hann bættist við svona seint á þetta kart, maður var bara yes, veist, maður vissi ekkert eitthvað hvena mun að snúa aftur og maður vissi ekki hvort maður er búin að vera að æfa svona, þú veist, svona harti undirbúin einhver barda, þú veist, hvað var að frétta, svo bara hei, það var bara mikkafett, komin upp, það var alveg bara, já. Mér fannst það aðeins svona fullkomnara kart þegar Mikki kom. Svona auka spennust. Og bara, þetta var alveg svona... Já, maður finnir líka, það er allir svo spenntið fyrir Mikka. Ég sagði þessu sögum í podcastinu að þegar við vorum á Unbroken mótinu, þá vorum við að setja við upp að Mjölnir voru að keppa og það var einhvern veginn svona, þú veist, þá voru ekkert allir að spá í þessu strími, en þegar bara, heyrðu, Mikki núna að byrja, þá bara hrúðust allir inn, það ætlaði allir að ná Mikka barðanum. Þannig að þú veist, með þess að Bjarki og Maggi og einhverjir, þú veist, komið að hlaupa niður bara, Mikki byrjar. Já, það er einmitt, sko, þú veist, ég og Hákon fylgdust með Mikka, skilur, þegar við byrjuðum í Emma, skilur. Og bara í gegnum þetta alltaf hort á Mikka, bara eitthvað, Mikki er náttúrulega bara the shit, skilur, bara frá því að ég man eftir að hafa séð umfjöllun í fréttum með eitthvað, var alltaf Mikki, ég man eftir frétta eitthvað, hætt að borða nammi og æfði bara í Mjölni eitthvað. Þegar hann var pínu lítill bara. Já, skilur, hann er búin að vera around alveg lengi og þú veist, einmitt er eitthvað svona prodigy og er bara skepna. Nefnilega. Og margir mjög svona spennti fyrir honum. Þegar við vorum að byrja með podcastið, það var ofta eitthvað svona hérna, hvernig Gunnar fara að berast, þá átti hann spurning nr. 1 og svo alltaf hérna, hei, en hérna hingæinn. Hvað heitir hann eftir hérna eitthvað svona? Og það var það eitthvað bara svona næsta nafn og eftir Gunnar. Það var alltaf bara Mikki. Þannig að, þú veist, það verður aðeins gaman að, hérna, ég held að hann fái alveg gott tækifæri til að svona minna þess á sig. Já, 100%. Hann er svona fánengt í þáttin, við böðum daginn, hann afþakkaði það bent. Já, hann er með fái sem hafa afþakkað gott boð. Já, alltaf gaman að koma. Já, segja Mikka það. Já, já, hei, þú er náttúrulega að taka þannig post-fight interview og svo okkur býður hann mikið þáttinn live. Já, þá getur hann ekki sagt nei. Þá getur hann ekki sagt nei. Ég held að það var súplex eða fyrir eitthvað. En það er sko, Rafael Navarro. Erum við ekki að bara setja þennan barda í Mikki by Suplex eða? Jú, by Suplex KO. En þessi Rafael Navarro er að berjast hérna í 7. skipti á hálfu ári. Damn! What, er það alltaf svona stundum tíma? Hvað er það rekordið hans? En hvar er hann að keppa? Ég punktaði ekki hjá mér, ég var bara að renna yfir þegar ég var undirbúið þáttinn, sko. Þá var ég hérna... Er það alltaf sama ári? Punktaði þetta hjá mér. Já, þetta er bara síðan í júli 2025, þá debjúr hann. Já. Hvað, er það bara með mánaða millibilega? Þetta er bara með ruglu, bara að mjög stuttum. Júli, september, desember, janúar og þú veist, já, hann barðist 2 daga í röð þarna í MMA League. Já, 10. janúar og 11. janúar. Þannig að hann er búin að vera mjög virkur að sópa inn reynslu. Mér finnst þetta verið alltaf mikið með erlenda að fólk er bara að keppa hér og þar og er alveg sama. Miklu meiri tækifæri. Já, hér er þetta allt svona hjút, skilur og Íslendingum finnst öllum geðveikt að fara til útlanda að keppa. Þá ertu bara búin að meika, þarna er það bara svona
ég keyri bara yfir til Austurríki og berst þar Já, skilur, einmitt. 2 tíma Já. en í Íslandi þetta bara, ég að fara í flugvél og ég að fara út með þjálfara og það eru 3 aðrir úr fjölskyldunum minni sem kom að horfa og allir bara, oh my god, hann er búin að meika það En mér sýnist að allt vera bara í Fraklandi sem hann er að berast sko. En Já, það lókar því. En þessi gaur þú veist, hann lúkar vel. Vitið hvað rekordið hans er? 4-1 4-1 og bara þessi 4 allir þessi barða bara hálfu ári. Er það decision wins eða? Bara? Nei, bara líka KO punches from back mount. Já, hálfu var þetta góði. Já, þetta er góð strækjur sko. En já, Mikki, hann tekur þetta alveg bóðið. Herru, á undan Mikka kemur Jónatan Francisco. Það er rematch. The rematch. Já. Það er Jónatan Francisco móti Aron Olfant. Það verður gaman að sjá líka núna en að Jón náttúrulega ekki að kötta niður í bantamweight sem minna að dreina þér og nú þeir að taka rematch í featherweight. Hver vann fyrsta barða? Aron Olfant. Hann er svaka glimmaður Aron Olfant. Hann er teammateinn hans hvað heitir hann? Craig, Paul Craig og Sean Clancy og mikið af þessum góðu gaurum Dylan the Nuke Took sem var svo hrifinn af símanum mínum you got a big phone case algjör mistari, ég er búin að fylgjast með honum síðan og hann er nöttar í hausnum en já, hann fyrir með Aron Olfant sem er 6'2", Jonni er 5'2", Jonni er alltaf down to fight, skilur það kom held ég öllum óvart bara hversu góður Aron Olfant var þegar þið mætti þessi fyrirskiptiði ég einhvern veginn horfði á teipa á honum fyrir það og sá hann var góður wrestler en ég hugsaði samt hann aldrei að fara að geta gert þetta við Jonna sem hann náði svo svolítið að gera hann náði svolítið að þú veist íta Jonna upp í búrið og svona en ég held að það breytir öllu núna þú veist að þetta sé featherweight ég held líka sko að höfst það kom hann á higher level MMA eða eitthvað, minna heiti það og þú veist, þar náttúrulega Paul Craig og Sean Clancy og stóri gaurar og mér finnst Aron Olfant, mér finnst bara yfir höfuð þegar ég horta á þess að gaura fara á móti einhverjum Cage Steel að þá finnst mér sjátt aldrei þeir eru aldrei að nota bara point system og eru bara eitthvað að halda búrinu, halda miðjunni, halda stöðum en nú þetta lítið búr, skilur, og featherweight meira explosive bout, skilur svo ég held að það gæti breytt ógeðslega miklu og ég hugsa bara að Jonni takja núna sko. Jonni er líka með fucking knockout power í featherweight sko. Hann hefur sýnt það nefnilega þú veist, ég er spenntur að sjá Jonna skilur ekki dreinaðan að hann vildi alltaf vera bantamweight var að leggja rosa mikið á sig í að kötta en hann einhvern veginn hafði bara gaman af því eins og þetta væri svona auka challenge fyrir hann að kötta sig niður og hún var svo gaman að lesa fræðina bak við það og eitthvað og svo bara eitthvað að þegar hún texta þá var hann bara eitthvað og var svona ok, geggjaði sigur en þú veist, ég veit ekki með það en í featherweight skilur hann bara einhvern veginn virkar bara sterkari með meiri kraft og er bara betra skapi miklu betra skapi shit, ekki maður það var svo fyndið eitthvað mann þegar það var eitthvað svona fighter house í Doncaster eitthvað mann og Johnny var að kötta og gekk eitthvað illa og þú veist, hann var í vondu skapi og svo var eitthvað svona, allir út eitthvað þú veist, nú leiði hann bara verið fyrir því og eitthvað og hann bara eitthvað leiði eitthvað illa og ég gleymdi einhverju dóti inn í herbygginu og mér leiði svo illa þegar svona læðast inn og Johnny eitthvað horfði á mig og ég bara er það hérna bak við borðið? Er það hérna undir þessari tösku? Og svo var eitthvað lengi að leita og það var svo mikið eitthvað svona sorry oh my god, Jonni hann sem fyndi maður seinast í júni að júli þegar hann bara senast Cage Steel var það við Aran? Nei, hann bara við hann Cranston Dan Cranston þá hann var veitkötti í gangi maður og ég með myndalinn uppi og svona það er óþægileg stemmingin í þessu húsi svo bara girti Jonni niður í sig og var bara á titlingu að kötta og ég var í svo miklu sjokki að mynda allt sko og það var ógeðslega gott sko, en ég get sagt finna sögu þaðan sem að ég mér langast ekki að segja en svo fór hann að kött í baði og þarna myndi ég bara að tippi fljóta ég manna ég fekk fara í bað síðan ég var barn en þarna man ég bara já, alveg rétt þegar þú segir það,
skemmtilegt. Einhverja sögur tippið Jonna líka núna? Já, sko, ekki þetta segmentum Jonna sé bara eitthvað tippið á hann, þetta er ekki góð bardagagreining, en ég meina, jú, hann með, þetta ágætið stakkar hann, Þú að koma með þetta, sko, þegar hann vokkar út. Já, þetta að segja þetta on live TV. His penis floats in the bag. Sko, tippið á hann maður náttúrulega bara fá, sko, sitt eigið walkout song. Það er alltaf í svo miklu aðalhuturki í öllum þessum ferðum. Ég var alltaf mánuð með Jonna í Tælandi, við tungum við æfingarferð saman. Þetta er bara einhvern veginn. Það er Lady Boy stemning. Nei, hann er bara svo, þú veist, hann skiptir svo frjálslega nærbuxur og svona. Hún er með drull. Hún er með drull, sko. En, skilur við, fíla. Já. En aftur kannski að bardaðan. Að bardaðan. Sorry, Johnny. En Aron Olafant er sko mjög góður wrestler. En Jonni er það líka, þú veist. Jonni er líka gaur sem endar ekki undir. Það er spurning hvort að Aron nái eitthvað svona að trappa hann með wrestlinginu sín og halda honum bara svona upp í búrið. Eitthvað svona þannig, skilur við. Mestalagi það. Já, en ef að segjum að Aron myndi ná Jonna niður þá endar Jonni ekki undir. Hann er ekki the bottom yoga player. eins og nonni Hvað, sko, hvernig verður þetta alltaf í hverju botn jógaplayer? Þú ert alltaf botn jógaplayer. Eitt Instagram story. 2. Þú ert alveg laugardag og sunnudag. Já, ég er huge fan, sko. Skrifa þetta niður. En já, Jonni, skilur við, hann bara poppar sér aftur upp og nær toppstöðu, skilur við. Já, það er ótrúlega að halda hann niður, sko. Já. Ég er spenntur fyrir skramblinu í þessum átta. Ég held að það geti orðið aldrei gaman. Horfa þessu scrambles. Já, ég er sammála því. Já, það verður gott, sko. Ég held að Johnny verður kannski smá pyrrar af að tapa á mótunum og komið núna bara fucking rótan, sko. Já, einmitt. Já, með minni, sko, þegar þið mættist fyrirskipti þá gekk hann mikið svona aðeins illa að komast inn í mómentið, svona sóna inn í mómentið. Sko, mér fannst hann alltof slakur. Mér fannst hann alltof bara eitthvað, eins og hann væri ekki að fara í fætt. Mér fannst hann svona réttara spennustig í honum til dæmis að hann fór hann á móti Cranston. Þá var hann eitthvað svona að biðja mig ekki filma sig núna og svona, þú veist, þá fann ég alveg, þú veist, ok, þú veist, þetta er alveg, en að hinu, þá var hann bara einhvern veginn, þegar við förum í þessa ferði, það er svolítið svona fætararnir, þeir eru svolítið svona saman og þeir eru svolítið kannski smá svona stífir daginn áður og eitthvað svona, en mér fannst hann vera bara svona einhvern veginn svona afslappaðar með okkur hinum sem voru ekki að fara að berjast, fattar við. Og ég held að mögulega hafi það verið eitthvað svona, hann var ofslagur, þú veist, það vantaði þetta stressla haldunum rétt tjúnuðu minni. Hvernig var það ekki, átti hann ekki erfið að veit hvað þetta sitt á móti Aron Olafant? Var það ekki? Ég ætlaði ekki. Þegar að, ég man ekki hvort hann náði þyngd en barely. Bara eitthvað svona, nei, það var var það ekki á móti Aron? Nei, hvað heitir hann? Var það Jack Perry? Sabir Hussein? Nei. Kristján Bókus? Nei, var ekki með Sabir Hussein? Lesa alla. Þegar það komið heim í fæturhásið og þetta er sama kvöld og Salli tafa mútið Mason Jarró. Þeir áttu sama erfiða weight cut. Já, kannski ekki á það lítur á. En hann átti erfitt weight cut á mútið Hussein. Já, ég held að bandamett sé bara erfitt cut, sko. Já, það er bara erfitt cut. Þetta var bara gali, það var bara fínt að vera hættur. En ég held... Já, það var Sabir Hussein manns þegar hann vildi koma upp í húsið og sjá hann viktinn og svona kæftaði. Johnny er náttúrulega viktað inn á tippinu fyrir framan Sabir Hussein. Af því hann er Johnny. Það er svo leiðis að swinga. Já. If he swings today, floats tomorrow. En ég held að sé alveg mega næs að vera að taka weight cutti heima á Íslandi. Þú veist hvað þú kemst í sánu, aðgengið. Og líka bara að vera ekki að fara og þurfa að skoða í Tesco eða Asta bara, hvað má ég geta? Þú ert bara með allt þetta hérna hreinu og veist hvað þú nærið í það í bónus eða krónni. Eins og brúsinn hans nonna sem keyptur í bónus. Ég er ótrúlega ánað með bónus. Þetta er sko einn flottasti brúsi sem ég sé. Þú talar eitt smá klókur í að tala eitthvað og svo snúa beint að nonna. Já, ég finnst brúsi nonna ótrúlega. Það er alltaf flottur brúsi. Þetta er ótrúlega, sko það sem er að gera þetta bónus merch er alveg að sinna sinni vinnu. Ángríns. Er þetta bara, já þetta er bónus Það er alltaf að ná nonna. Já, og bónusgrísin er hérna líka. Já, grísin er hérna. Já, bónusgrísin og skóarlandsfoss. Sko þeir kannski að það er ekki allir sem horfa á podcast svo að þetta er gulur brúsi. Hvað foss þetta er? Já, þú sér það mjög greinlega að þetta er skólandsfoss. Hvað er að gerast? Óhugavert. Já, en við erum sko búin að tala tippi á Jonna og brúsannars nonna. Til með kombo. Þegar saman er hestur og gulrót. En já, ég er spenntur að sjá Aron Olafant er ungu held ég er enda með það fyrir frammi, hann er 23 ára
já, þetta talent skilur við sagst þér, hann að koma úr þessu góða gimmi Jonni að fara að taka hann aftur eða þú veist þeirra með þetta aftur minna búri núna, ég held að það sé miklu betra fyrir Nonna nei, fyrir Jonna það má ekki shit, þetta er ekki delari, ég ætla að kalla Jónatan núna ætlaði að sé eitthvað verra fyrir Aron Olfand að búri sér lítið hann vill klessa mennu fyrir búrið og þú veist já, þú veist, ég held að sé hann að verra upp á að, þú veist, Jonni sé meira vanur þú veist, þessu búri og skilur veit alveg hvað hann getur gert í þessu búri Lagi skrifa byssa Já En Já, ég veit ekki hvernig það fer með Aron Olfand hvort það hjálpi eða verði verra eða hvað Mér líður bara eins og ég sé að fara að horfa á bara svona einhvern veginn 2 hrúta stangast á Já, það er svona 2 main characters Já mér finnst þetta bara svona svipaðir eitthvað Já og svona, þetta verði bara Já skambúls og eitthvað kátík sko. Já, það er svo, sko það er svo gaman Jonna hvað hann hættir ekki þetta er bara, we keep going we got the dog in him Já, you got that dog in him Johnny hefur náttúrulega gefið út merch Mér var svo leiðilt að ná ekki fucking ból sko. Já, ég kannast í tilfinninguna Þú ert svo heppin Áttu ból fyrir mig? Ég á 1 í extra large og ég veit nákvæmlega hvað hann er Yes En þú ert ekki H-Kong Pace í medium? Nei Sko, það er búið að tísa mér svo mikið með hann ból Passa ekki með því Á sínum tíma, þegar þessi ból kom út þá vildi ég fá hann ból og það voru allir að skipta einhverjum með ofstóra stærð og ég eitthvað svona, ég get ekki þessa svo tók Maggjan og eitthvað til að vera með í hotninu hans en Bjarki Redd var búinn að lofa mér honum og eitthvað Já, ég skal tjekka þessu ég veit að það var eitthvað sem sótti ekki pöntuna sína og svo ég fekk hann bara að posta þetta aftur heim svo ég með einn við minna hafa verið XL Já, ég er til í hann, til í Everything is coming up, Biggie Herru, við færum okkur yfir í næsta barða Já, ég er ekki alveg með það fyrir frá mig en það er hann Steinar Whip it out Steinar á móti George and Josephine The Nordic Champion Ef ég á Steiner Bergson Sko, ég er svo mikil fan af Steinari að það er eiginlega unbelievable Sko, Steinar er fucking góður maður Shit Er hann góður? Já Hann er ekki góður, hann er fucking góður Þið sko, það getur verið svona góður svona stræking mitt ykkar tveggja, þeir eru svona svipaðir líkamlega séð Ó, takk, tjók En á hvaða leveli er Steinar? Nei, sko Steinar er gate það truflaði mig svo mikið að vexturinn var labbaðinn inn að ég svaraði bara ömulega Vá, takk Er ég svo velur? Nei, þetta bara alveg náði mér sko út af læginu En aftur, spurðum við þess aftur Hvað gerir Steinar svona fucking góðan? Steinar Berg Bíti, þú sagðir það eru flottur stræking match milli þín og Steinars Já, milli þín, þegar þú varst að stræka Já, það væri gaman Já, það hefði verið skemmtilegt Já, ég er sammála, það hefði verið gaman en þetta hefði verið svo ömulegt þetta hefði verið svona spil eitthvað svona einmitt úr distansi og hitt ekki og enda að vera bara svona bardagi sem enginn hittir veistu hvað ég meina? Ég á svo mörg svona spörr eins og ég og Hákon, þú veist, þegar við vorum alltaf sparra skilur við þekktum hvernig annar inn og út svo það gekk ekki en Steinar Bergson er sko ég held að hann geti verið bara einn besti strækjar Íslands þetta er bara ég er svo mikil fan, you would not believe it sko Leiðu mér að trúa hversu mikil aðdáðan ertu? Ég veit ekki, það er eitthvað við hann Steinar sem hann er með sem að ég bara gerir mig að huge fan ég er að horfa á mynda hann núna, tjekka það loading Wow, hann er svo 2 fjöll að fá loading Nei, ég var að tala við hann daginn og var eitthvað að spyrja hann eitthvað hvað er þungur og sagði hann eitthvað hann er með huge ramma, ég held að fólk átt að sig maður fattar það ekki fyrir maður sér hann svona almennilega hann er með huge ramma, hann var eitthvað að segja maður að bæta ásett þess að komast í stærri þyngdarflokk og ég var bara, damn ég hef aldrei heyrt neitt eitthvað svona ætla að bölk upp í næsta þyngdarflokk skilur við, flest eru kötta niður og hann er bara ég ætla upp maður sér alveg hann að bæta á þessu vöðum hann er bara orðin fucking þykkur sko. Það er rosalega holding á hann sko. Ég sá hann í klefanum daginn og ég bara klefanum? Þú ert alltaf að stara á þú ert að hóra mjöðmyndar meðal annars oh my god ég tek öll mál sko. Mættur í mjölnum bara nei, hér kemur plot twist hann mætti í Reykjavík já, þeir eru svo latir, kom ekki sem mjölni
Ég held að nonni sem svona peeking gat í sturtunni í Reykjavík. Já, ég skal bara gefa ykkur 20 mínútur til að japla á þessu. Nei, en Steinar sko, hann með ógeðslega langar ramma og hann ógeðslega góð með distansi sitt. Hann var steinrótaði hengurinn. Þannig að þegar að Á Nordics? Já, þið sáu svo mikið hvað bara eitthvað svona kretti hnjóðan á sig og svo bara ég ætla að fucking lemja þig og gauðin bara niður. Ég var að tala við hann dag, hann hitti gæðin, þú veist, með hérna, sko. Já. Eitt ekki einu sinni með snefanum. Já, svo hérna á nótt að róta gæðin, sko. Já, ég held að sem er crazy power, hann er með gott, þú veist, distansið hans er ógeðslega gott, hann er með þessi löngu spörk, hann er með þung spörk. Skiptur stöðu, þannig að veist aldrei hvað áttu þetta að koma. Ég sparraði þarna við hann einu sinni og mér varst það einmitt svo óþægilegt, ég bara sá ekki sem höggin, sko. Já, og Jordan Josephine sem hann er að fara á móti er striker líka. Já, þetta verður striking veisla. Já, ég veit ekkert hann, ég veit bara að hann var reynur ógeðslega nettur í myndunum sem ég bæði með hann. Er hann reynur nettur? Er hann reynur nettur? Shit, hvað hann er hann er ekki nettur, sko. Þetta er alltaf nettasti Josephine sem ég hef séð. Já. Svo, þetta er ekki nett nafn. Jordan Josephine. Já, hann er kallað JJ, það er ekki alveg cool. JJ, það er cool. Já, það byrgast. Ég meina, þú er kallað JK, það er svo joke. Okay. I did that. I said it. Not joke. Þú erum bara að reka nú þátt nú, það er að gera, bara tala skítið, sko. Við vitum hvernig þetta er þegar við bjóðum honum í þáttinu, sko. Já, þetta er, sko, svo ég ætla að hósta þennan þátt, skilur. Ég á byggja náttúrulega að hósta þetta, sko. Þannig ég verð að haga mig vel á móti, sko. Ég get ekki verið að drulla yfir kitta. Við eigum svo góða stundir í klefanum saman, sko. Þetta er alltaf eftir... Getum við... Sko, nú getum við... Ok, geta grín að kitta. Þetta er einhvern alltaf... Steinar Bergs er í góðu formi. Það er bara, já, þú ert með svona pípgat og svona skoðan og eitthvað. Svo kemur Kitti bara, já, við áttum góða stundir saman í klefunum og ekkert. Já, ég ætla að segja bara, þetta er alltaf eftir á laugadögum, held ég. Eða eitthvað svona, ég er alltaf á leiðin í sánu og ég er alltaf eitthvað svona hægur inn í klefan. Svo þú ert búin að fara í sturtu, svo fer ég í sturtu og við erum að spjalla og hitta þetta og spjalla. Og eitt liður öðru. Þetta hljómar þess að, já, gauður, hún var í sturtunni og svo kom hún í kýstunni. Já, og svo er ég í sturtunni og fer svo í sánuna og þú heldur áfram með dagið þinn. Þetta var umhverfið sætt. Já, ég veit, nei, þú veist, hann var að segja mér sko hvað hann ætlaði að gera á konudaginn. Hann er ekki konudaginnum. Nei, það er örugglega valentínsdaginn. Og hvað gerður þú mann því? Já. Yoga, bottom position. Nei, Blue Lagoon. Já, byrja á blólunum. Já, og svo fór hann í soundhealing. Nei, það var daginn eftir. Það var daginn eftir, alveg rétt. Þetta var 24 tíma program. Já, svo fór hann á æfingu. Fór á æfingu líka. Og fengið eitthvað gott að borða. Já, út að borða. Og ég ætla ekki að segja hitt. Nei, takk. Því að ég veit... Nei. Það er ekki svo næs að vera kærastan hans nonna, hann er alltaf með svona dagskrá. Ég væri til í að vera kærastan hans nonna. Já. Hann trýta mig aldrei svona, sko. Nei. Er þetta bara afbrýðsamur? Það er hvað þú skjóta svo mikið á hann. Ég hugsa að þetta sé það, sko. Ég hef það nýkomin heim eftir, sko, 4 daga dateferð, sko. Damn! 2 dagar í bústað og þetta var bara... Oh my god. Já, það var svona dagskrá, sko. Mér er svo gaman að gera svona 3 til 4 liða date kvöld, sko. Já, þú bara ert doing it. Já, það er rosa gaman. I love it, sko. En það kemur svona... Plana þetta meðanvast að lausu, eða? Nei, ég fæ bara... ef ég sætur í mér, skilju, það var svona... Líf mig bara... Já, og svo fóru að dansa líka. Það ekki? Jú, við höfum líka verið að dansa og key-zumba. Það er mjög gaman að dansa saman, sko. Er þið í zumba? Ekki zumba, key-zumba. Hey, there's a difference. Já, hvað er key-zumba? Hvað er key-zumba? Það er bara svona taktdans með smá svona mjaðmadillum svona. Já, það okkur pælir sem ekki með honum. Ég er mikið, já, ég pæli mikið í mjöðmöðum, sko, mjaðmarhefingu. Þú ert áhugamaður mjaðmarhefingar. Já. Þú náttúrulega byrjar að æfa hann dans, bara upp á flippið, svo gaman. Já, súk. Þú erum að segja þetta frá því. Þú hefur gaman að þessu. Ég hef mjög gaman að þessu, sko. Hvað það, samba, key-zumba og súk, sko. Súk er eitthvað, ég var til að koma á æfingu með þér. Já, þú ættir að gera það, sko, því að maður fær mjög mjúka með mér. Ég fara á eina salsaæfingu. Já, hvernig gekk? Ég var ekkert eðlast yfir, þetta var ég, Hákon, einn annan vinur okkar, við fórum allir á salsaæfingu út á Spáni og þú veist, það var ógeðslega gaman, skilur, en ekkert eðlast yfir, sko, frá Skandinavíu, skilur. Já, en það er málið, sko, maður fær svona mýgri með mér, skilur, maður getur strækað, svo getur maður feintað, svo getur maður aðeins svona súkað, skilur, það er aðeins mýgri mjöðum, sko. Nice. Það eru levels to this, sko.
Já, I believe it, sko. Já, ég meina, ég get ekki gert helmingina hlutunum sem þú gerir. Ég get ekki verið bottom í jóga og... Nei, en ég held að Steinar... Ég held að Steinar minn standi sem mjög vel í þessum barða. Ég held að Steinar söppan. Ég held að Steinar kýla niður og söppan. Ég held að ground and poundar bara í drast, sko. Ég held að hann tekur hanskan af bara... Ég held að... hanskan af. Fokkíslegur bara. Já, þetta væri svona, það væri cool ef að Steinar væri bara, veistum, ég held að taka eitt sub. Ég held að annarkvort brútal bara, þú veist, ég held að menn á, hann svo fucking oft bara svona brútal fucking bodykick á mig. Gæði mig droppa höndunum, þess að maður gera það aftur og aftur og svo lóka það að gæði droppa höndunum, annarkvort bara krókur eða bara high kick aftur. Þetta er bara brútal knockout eða bara ground and pound, sko. Já. Það Steinar takk þetta með brútal knockout. Ég meina bara gæði mig bara brútal out cold, sko. Já, það er bara facepanta með rastur í loft. I hope so. I hope so. Steinar komið fyrir sálinna, sko. Já, en Steinar svona, sko, þetta er svona eitt af þeim gauðum sem I root the most for, sko. Ég er svo mikil fan. Af hverju? Það er eitthvað við hann Steinar sem bara gerir mig á svo miklum fan, ég veit ekki hvað það er. Já, ég skil alveg. Já, hann með eitthvað faktor, finnst mér, sem að bara, þú veist, gerir mann attracted að þessum stíl, skilju. Þessum swagger. Já. Það er bara, I'm a fan. Skemmtilegar hreyfingar og skemmtilegt striking stíl skiptir mikið stansis, alls konar högg ógeðslega teknískur, já. Calculated gaur, bara love it, sko. Vinnur líka á Silla Kokk, sko. Ég vissi að þetta kom með þetta. Vinnur hann á Silla Kokk? Já, oh my god, það er svo góðið maturar. Hvað? Áhverju? Silla Kokk. Silla Kokk? Ertu ekki á Vesturbænum? Með hörðu sí? Nei, þetta er hvað er það, staðir í Vesturbænum? Nei, höfðu Silli Kokkur? Þetta er beint að hlina Reykjavík. Jú, þetta er sko, þetta er svona villibráðar matur, skilju, þetta er villibráða hamburgerhar og ógeðslega gott, sko. Ógeðslega góða burgers. Já, ég var að tjekka á þessu. Ég er bara, sko... Ég er bara að vinna einhver götu, bita velun, bara mörgar röð. Já, þetta var alveg, sko, ég man þegar ég bjó á Siglufirði og Silli Kokkur kom, þá var hátíð í bæ, sko, það var bara frí í vinnunni, sko, bara Silli Kokkur mættir. Þetta er einn mesta smábæjarsaga sem ég hef heyrt, sko. Já, en hann er snillingur, sko. Steinar er líka snillingur. Já, enda á góðu mataræði hann í Já, Silli Kokkur. Hann var að segja mér bara, hann þyngdist allt í hann braut rifbeinu sitt eftir í bardagan, en braut eitthvað og var bara að borða endalist fyrir Silli Kokk. Og bara þyngdist eitthvað 5 kíló okkar viku. Hvað varst að gera? Gaur, hamborgari og 2 kartöflur fyrir Silli Kokk, það mun fá þér bara 5 kíló viku. Já, þeim er með kartöflur, ekki franskar. Já, kartöflur. Bakbökuð kartöflur, með bara smjör og alls konar kjaftaði. Nice. Það er alveg gott, svo. Kostar alveg heila handleika að fara hann. Það? Ég bara, I don't remember. Það var ekki baka kartöflunum. En þú veist, it's a bang for the buck, held ég. Já, þetta er gæðastöf. Já. Þannig að þú veist, ok, þannig að þú veist, Steinar Bergs er að færa sig upp flokk á Silli Kokk. Ok. Og er þetta rím? Hvað getur ekki gert? Segð þetta aftur. Ég gef allt út svona eitt svona one hit wonder. Ég getur sagt þetta aftur. Steinar Berg er að fara upp. Hann er að fara flokk á Silli Kokk. Það var að segja Steinar Berg. Já, Steinar Bergs er að fara upp flokk. Með Silli Kokk. Á Silli Kokk. Já, á Silli Kokk. Þú verður að segja þetta, þú verður að skrifa alltaf niður. Steinar Berg er að fara upp flokk á Silli Kokk. Og af hverju kannst þú svona vel að beatboxa? Gauir. Years in the game hérna. Já, ég veist, I know it's years in the game, en ég er í sjokk. Ég læriði að beatboxa frá margföldum Evrópumeistara í beatboxi. Damn. Já, Marv Radio. Svona pínu lúðlega flex. Já, ég veit ekki alveg hvað ég á að byrja. Að vera margfaldur Evrópumeistari í mouth movements. Bara í beatboxi, já. Hann er svakalegur. What the hell? Kjafti. Já, takk kjafti. Sjá, hann gefur ekki af þetta energy til þess að bounce off. Skilju, maður reynir eitthvað að dissa byggja, hann er bara já. Svo er þú hann bara eitthvað að róðna. Það heitnaði svona 30 gráður hérna inni á það, sko. Já, ég hef aldrei séð sköllamann róðna fyrir bara í dag. Ég hef aldrei séð sköllamann róðna? Róðna er bara kurvli. Já, ég held að það sé sköllamann menn róðna ekki út af kuldanum, skilju, okkur svo hlýtt með háruna. Já, það var svo gott loftfæri. Já, en
Þú roðnaðir. Já, til að róðna, já. Það magnað, en vil ég halda áfram með það? Já, þetta ótrúlegt. Ótrúlegt. Vil ég klára, vil færa næsta bardaga? Já, ég til í þetta. Það engin annar en hann Pabbi Bjarna. Já. Það bara gaurinn sem á The Viral Knockout. Já. Pappa Power Hæri. Á móti Jacob Calvin. Jacob Calvin náttúrulega bara nýbúinn að mæta Íslanding, Ara Bering. Já, Ara Bering. Finnst það ekki drasl? Jú. Já, það leiðilegt að tók nakkaskott. Það var leiðilegt. Líka strike to the back of the head. Já. En ég veit ekki með bardagan sem hann átti fyrir það. Ég veit ekkert hann. Ég veit bara hann 2-0. Jacob Calvin minna hann sér alltaf ungur. Já. Hann 22 ára, Jacob Calvin. Já, hann svo ungur. Já. Hann lúkkar alveg eldri. Já. Hvað eru þið gamlur? Ég bara, þú ert 04. Já, ég 21 árs. Spyrir mig hvað ég gammal. Ég skipti einhver máli hérna. Ég 34 ára. Já, ok. Þið segja hann ungur, þá við bara vita hvað viðmið, sko. Já. Og þú ert? Nóni. Þú 36. Já. Mann á smúðkamp. Já, ég er 36. Ég er aldursfórstunnið þinni. En Addi Bjarna á núna Mann á smooth crazy knockouts. Já, John Fast 35, hver er þetta? Hvaða oldie goldie er að fara að mæta hérna? Já, Addi Bjarna maður, hérna, The King of the North. Hvaðan kemur þetta? Ég er ekki alveg viss. Er það augun hans? Nei, hann ég held að þetta sé eitthvað, hann úr Hafnarfirði, ég held að þetta sé norður bærin í Hafnarfirði. Eitthvað þannig dót, eitthvað. Ég er ekki alveg viss hvaðan það kemur 100%. Ég hugsaði, sko, ég var rosalega mikið að reyna að púsla þessu saman. Já. Þannig ég náttúrulega fór að skoða augun í Adda Bjarna. Já. Þau eru mjög blá. Já. Þá tengdi ég það saman með Game of Thrones. Já. Það væri mögulega eitthvað svona The Night King eða eitthvað. Oh my god, hvað það er langsótt. Já, en þá hugsaði ég, já, er hann kannski svona The King of the North? Er það augun plus Game of Thrones, jaft og nickname hans Adda Bjarna? Jésús. Nei, alltaf ég vildi bara viðra þessu hugmyndir. Hvenær varst að hugsa þetta? En pældi ég kannski hefur rétt fyrir þér. Já. Kannski styrstu mig. Í Zúk. Ég var að spá hvort að væri á mig og voru bottom að horfa inn í augun á kæristinu og varst bara, en Addi Bjarna með blá augun. Já, ég er mikill pælari, sko, og hef hugsað mikið. En Robin Christiansen sem hann rótaði fór á móti Anton Smára núna í Nordics. Já, það var mjög skemmt. Var það ekki í bronsbardaginn? Jú, það sem Robin Christiansen leiði sér að dirfast að halda hann að unni þann barða. Ég man ekki alveg eftir þessu. En hann gerði gjörsamlega ekki neitt. Já, svo var hann að láta eitthvað voða hissa hann að tapa. Já, eitthvað svona passaði bara, komið með norsku fánan, maður, ég er að vinna hann að barða og bara Anton Smári vinnur og hann er bara, en ég gerði ekki neitt. Bara geðu þetta ósættu með líðu. En já, Jacob Calvin er þykk gaur. Ég held að sé alveg, Ari Bering er alveg þykkur, skilju. Já. Þú grípur ekki utan Ara með einhendi, skilju. Það er alveg svona þykkur. Það fer eftir hvernig lúkundæðin eru. Auðvitað fer þú eitthvað spá í þessu. Hvernig lúkundæðin eru? Hvernig er njæðminnar á Jacob Calvin? Já, núna þetta. Frekar strömlínulaga bara, ekkert merkilega. Það er ekkert að frétta það, sko. En já, Jacob Calvin, þetta er þykkur gaur, skilju, alveg lítur út eins og kökull. Addi Bjarna er samt með The Power. Já, og rosalega gott box. Já, hann er með gott striking og ég held að Jacob Calvin set aldrei, þú ert að horfa Adda Bjarna koma af knockouti sem er verið að spila allstaðar í undirbúning. Þú sér þetta og ert bara eitthvað, þessi gaur er bara að fara að streikaða mig. En hann veit ekki að Adda Bjarna sé með fjólublábelti og getur bara alveg séð sig í glímu, skilju. Já, hann getur alveg glímt, sko. Já. En það er bara gaman að segja fyrir því, sko, að bæði hérna Arnór Már Grímsson, yfirþjálfari hérna í HFH, þjálfari í HFH og Kolbjörn Kristins, atvinnuboxari. Þeir sáu hérna bardaðan hans Adda og töluðu bara rosalega vel boxið hans og sögðu að hann væri bara besti boxari á kartinu síðast. Geðveikt. En þeir voru báðir bara, þessi gæði góður boxari. Þeir voru bara, þannig að þau voru komið með hérna bara professional boxers bara verið bara respektaði fyrir boxið. Já, þá veistu það er gott, sko. Heimsmeistari í boxið. Já. Nú gleymi ég hvort að kollið sé 19-0 eða 20-0. 19-0 ekki. Já. 7. desember var hann 16-0. Já, hann er helviti. Nei, það var væntanlega 24. Já. Er þetta 2004?
Nei. Þetta er ekki 2005 því að það eru nokkri dagar síðan. Þetta er þegar Jóhann Salinas mætti Jarró. 24. Civic. Já. Það eru einhverju flotti póstur hérna. En Við já. erum búin að lengja þessu núni. Já, þið er nokkur ári í bransanum. Já. Herru, Svo fljótt að líða. talandi um það, maður. 5. lótan verður 30 ára bara daginn eftir Glacier Fight Night. Damn! Jaha. Má, geðveikt. Glacier Fight Night er haldið til að halda upp á 30 ára afmæli. Já, þetta er næs. allt. Já, það var allir í boði. Já, búið 5. lótan. Já, þú getur svingað þessu eins og vilt, sko. Já. En Addi Bjarna Já. á annan bardaga undir beltinu, hann inn á Tapology? Nei, það er bara Robin Christian inn á Tapology. Já, sá bardagi mann eftir að horta á hann, þetta var bara, hann fór á móti ótrúlega löngum gæja, bara, þetta er bara gauðir sem var 2 og 13, sko. Og Addi Bjarna, með minna hann áttum að erfitt með að finna sig í strenginginu og endaði bara á að klinsja uppi hann, uppi búrið, gefa hann fucking hné, kýlan, softinum upp. Og ég man ekki hvort Addi hafa klárað hann ekki, hvort það var decision. En ég man að þetta var bara walkover win hjá Addi Bjarna. Mér minna að hann hafi bara stúdað Já. Já. Er þetta ekki þetta fyrirlið bardaginn sem var í ykkur svona skuggalu Jú, þegar mættu hann að Luke Dyson, Já. heitir hann ekki Luke Dyson? Jú. Pælið, þetta Dyson er ryksuga, sko. Það er ryksugubrand og gaurinn með mestu bardagana í Breitlandi. Segðu mér sért sökkar, án þess að segja mér sért sökkar. Ég skýrður eftir ryksugu. Það er líka, sko. Já, er þetta gæði með stóra haus? Já. Day 100 fighting 100 fights. Já, eitthvað hann ekki. Svo bara eina sem maður heyrir örugglega heima hjá honum er bara að honum að snorta línur. Þannig fekk hann nafnið, Dyson. Já. Já. Shit. Já. Gud finnst hún góð líkt af þessu. Já, það er eitthvað. Ógeðslega góð Það er eitthvað catchy við þetta. En já, Jacob Calvin er ég man ekki hvernig alveg hvernig bardagans Ara var, en var þetta ekki Ari átti alveg fyrstu lótuna? Ari átti fyrstu lótuna, örgulega besta lóta sem Ari hefur bara barist í MMA. Já, ég man hann bara eitthvað svona tók baki á hann standandi og hélt hún þar. Já, bara hans besta lóta og Jacob Calvin Og náði hann niður, var það ekki? ég náði nú svona upp við búrið, sko. Já, já. En hann var að vinna sig upp hann Ari og þá kemur hann bara, ég held að hann lamið hann sko 8 sinnum aftan í nakkan, sko. Já, og alveg gróf höggja, ekki? Já. Jú, þetta var Svo- alveg hammer fyrst. Já, Það var ekkert hann eitthvað að reyna að komast í kring, þetta var bara Nei. beint, já. Algjörlust. Já, alveg glórulaust, sko. Já. Svo kemur dómarinn og stoppar þetta Já. og þá kemur Jacob Calvin bara bált hendunum bara, djöfull vann ég hann bara Þetta er bara DQ win fyrir Ara. Það Já, var- en þeir segja, en þeir skáðu þetta no contest. Já, ok, það var gaman að sjá Jacob Calvin, sko, hvernig hann mun haga sér inn á Íslandi, skilur. Verður hann einhver svona var sig að verður hann bara, hei, fokkið ykkur, ég fucking vann seinast, skilur. Það er gaman að sjá Já. hefðunarmestri. Ég vona mjög innilega að Bjarnabóin muni bara róta. Það væri næs, það væri annað viral knockout. Já. Ná fram hefndum fyrir Aron. Já, Já. það væri fucking gott. Og hvað verður gaman að sjá að Bjarnar bara fokkin. Ég er með svo mikið, sko, ég elska Ara minn, sko, Já, og hérna, ég er með svona personal beef við Jacob Calvin. já. Ég vil bara einhvern veginn, Ari er svona gaur sem hann þykir vænt um. já, Þetta er svona, mann langar að setja hann í bómul og klappa hann á hausinn. já, Svona, veistu hvað mér það? já, þetta er, einmitt, þetta er svona eins og, Arneldurinn hérna bara svona. Já, svona alltaf smá diggur, Já. gilunum á baki. Já, þetta er auðvelt að þykja vænt um Ara, sko. Já, það er eitthvað svona við hann. Já, Hann er það með kemur ykkur eitthvað og brýtur á honum og bara svona, Já, þú veist, ég alveg bara leiði eins og ykkur bara, þú veist, ég minn mæta Jacob Calvin eins og ykkur svona gæsapappi sem að bara eins og svona hvæst á unga minn, ég er bara einhvern veginn bara sýnum við tvo Það er heimana. líka smá gaman að það sé einn að koma sem okkur langar bara svolítið að sjá vera Já. bara skilin við meðutund sína. Já, einmitt, hann má skilja með eftir í Calvinsinu. ég veit ekki hvort það er tekið eftir, en ég er búin að vera sem þessi dag að búa til beef á Glacier. Ég er búin að posta þessu, skilur, að Ali Alba segja eitthvað, I don't even know his name. Já, Og Hákon að segja eitthvað, this is just some normal Joe. Og Viktor og Caleb, ég er spenntur að segja, það var gaman að er því svona, skilur, á presskonferensi bara eitthvað, yeah, fuck you, I hate you. Já, það verður presskonferens. Er ekki bara viktun og svo verður við... Ég ætla ekki að staðfesta Kitty! Ég ætla ekki að staðfesta og ég ætla ekki heldur að segja nei, sko. Can Nú neither veit ég ekki. confirm nor deny. Ég vona það væri cool. Það væri fucking cool. Það væri ógeðslega cool að það væri blaðamannfundi. Settu fyrir þetta blaðamennina núti. Já, ég veit 2. Ég veit þú. Það væri gaman, sko. fókus á security guards, halda þeim burtu. Já, það er allavega þú veist, ég er að berast, þú veist, ég vil að sé að minnstakosti ceremonial veginn líka til þess að eignast myndir á þessum görum. Það væri það svona gott, skilur.
til að eignast myndir á þessum gurum. Já, veit þið hvað er erfitt að vera mediagaur í amateur kardi sem að enginn á myndir á neinum. Ég veit það. Já, svo öll svona tækifæri, skilur við, það var pæling af að photoshoot í veginu og ég sagði að það eiginlega gengur ekki að láta fætur af vegina og ná ekki að rehydrata og fara í photoshoot. Svo veist, allt svona sem er hægt að gera fyrir fæt og eignast myndir, það er bara hell yeah. Já, hell yeah. Já, við diggum það. Líka bara cool með kannski blaðmannfund og svona, eiga svona. Já. Svona sitja við borð með svona sólgleru og eitthvað svona belti og eitthvað, svona, það er stemning. Já, og sér Bjarka í miðunni og eitthvað, ok, who's got the first question? Já. En svo er þetta á íslensku, þetta er svo fucking lóðult, bara hver er með fyrstu spurningana? Já, og ég og Biggi svona í salnum eitthvað. Já. Bjargi! Bergmál og ískra í mikrofónum. Já. Úff, láta mig að vera þessum. En hvað prediction er það að gefa Adda? Knockout, fyrsta lóta, knockout. Já, hann tekur sálan hans. Ég ætla að segja að Addi róta hann í 3. eftir að vera búin að spila með hann Addi á miðjun allir tíman, búin að vinna hans í kálfunum á honum, þá til að gaurinu svona aðeins byrjar að hægja á sér og þá róti Addan. Já, ég vil alveg digga það líka. Slow and steady. Það er ekki hissað þetta saman höggjum, þú veist, ofta maður sparrar með þetta gaum og veit, þú veist, það er þetta högg að koma. Já. Byrjar að gleyma alltaf höðru, svo fær maður eitthvað annað og maður bara, shit, svo... Ég er aldrei samfæra það að Rómi Kristjánsen hafi verið að mikla Adda fyrir sér, ekki mikla hann fyrir sér, bara haldi að þetta sé gaur sem bara kom að glímaði mig. Og þú veist, Addi var og hann sagði það sjálfur, I'm going against the grappler. Og hann hafi alltaf verið að leita eftir því að þið sjáu þegar Addi rótar hann, þá kastar hann einmitt höggi uppercut. Ég held að hann Rómi Kristjánsen hafi mögulega haldið að Addi var að fara að skjóta og hann ætla að náða honum með uppercut. Já. En svo bara steinlega. Já. Þetta er alltaf overhand og takedown, þetta lúkkar svona, upphaflega hreyfingin lúkkar svolítið svipað. Já, þetta er alltaf svona eins og þetta gríp í eitthvað. Já, það passar. Svo ég held að, þú veist, eitthvað svona, þú veist, this will be the way. Já. Addi er líka svo fucking góður í þessu low kicks með þér. Já. Þú veist, og líka bara að sjá Adda. Þú veist, bara eða horfið á formið á þessu gæja. Addi er til dæmis fyrsti gaur sem ég man eftir að spara við. Og það var alltaf að parja mig, ég skil að komin að grunnanski, og alltaf kasta út jabbi og hann parjaði það og maffaði mig. Fucking drifur gæði, sko. Þetta er mín fyrsta minning á honum. Það var bara mín fyrsta minning í Reykjavík MMA. Það var bara fyrsta sparrið mitt. Ég mitt, fyrsta sparrið mitt í Reykjavík MMA fór ég eitthvað á móti honum og ég bara átti erfitt með að stíga í löppina í marga daga eða vikur eftir það, sko. Hann var ekkert eitthvað að reyna að vera leiðilegur með að sparka fast í mig. Hann bara sparkaði svo bara á hárréttan stað nokkur sinnum. Og ég bara gæti ekki stígi í löppina bara í marga daga, sko. Já, svo er hann með svo slikk höfuðhreyfingu líka. Hann er alltaf á smá hreyfingu, smá svona bouncy wavy. Eins og ég spái bara ég vil bara átkrassan, bara saman hvað gerist. Já, einmitt. Það verður bara, já, einmitt, klassa sigur. Já, það er alveg sammála því. Ég met Jacob Kavin ekki mikið sem anstæðing, ég bara þúlan ekki. Og fuck that guy. Já. En svo, því er hann Anton Smári. Já. Hann er farin móti 4-0 ósigruðum. Samuel Allard. Já. En ég horfði á síðasta barða með Samuel Allard móti Idris Khamzatov. Það sem að Allard var mjög nálægt í að vera kláraður. Já. Það sem að Khamzatov nær bakinu hans, búin að fletja hann út. Þið langar að gera eitthvað við þetta nafn, ég sé það. Þið langar að segja eitthvað annað en Khamzatov. Þú glottir alltaf að brosa svona. Þið langar að segja Khamzatov, eða ekki? Khamzatov? Oh my god, þú ert að lesa hugsa þetta? Já. Nei, og eitthvað, horfið svo á mig. Nei, bara mér finnst gaman að heiti Khamzat. Já, ok. Bara gaman, skilur. Ok. Ég skemmti mér yfir svona hlutum. Já, en hann horfa á vexlinu þegar þú segir þetta. Ekki að horfa á mig. Nei, ég horfa alltaf, sko, mikrofónin minn snýr bara eitthvað. Já, veistu hvað? Já. En, já, hann sett tapa á móti Khamzatov. Já. Og en það var búin að, nei, tapaði ekki fyrir honum, en hérna, hann var komið baki, búin að fletja hann út og var bara að pánda hann. Og dómari eiginlega bara svona horfur á klukkuna 4 sekundur eftir. Ef það hefði verið 30 sekundur eftir, þá væri Allard með tap á rekordinu sinu. Já. Þannig að við erum alveg komið þangað, skilur, hann hefði alveg getað tapað þessum barða. Ok. Þetta er bara munað nokkrum sekundum. En þá er hann 3-1. Þá var hann 3-1. En þá prospect, skilur. Já, en þetta er svona, hann er fluffy.
Hann þú veist, þetta svona bumbu welterweight. Fluffy, ertu að segja þetta að hann með órakaða bringu á myndinu á sér? Nei, ég Já, ég veit ekki hvaða myndir þú ert með Símoni. Hann svona Fluffy, sko. Hann fluff? Já, hann bara með órakaða bringu, Nei, bara Fluffy bara allur. Nonni, hefur séð þig að? Maður að sjá. Ég fæ ekki bringu á, færð þú bringu á það? Ég fæ bringu á það svo sannlega. Já. Ert þú bara vaksin eins og 8 ára, ertu bara með 8 ára stærk? Mig langar bara að sko kúra hefur Nonni. Já, þið alltaf bóðið hérna á móttuna. En já, en Anton með fucking góða hreyfingar sjálfur. Já. Hann með, flott head movement og þegar hann kemur, ég veit ekki hvað þetta kallast, því sem Michael Chandler líka gerir þegar hann bara svona hreyfir hausinn og kastar höndum yfir þig, skilju. Hann fucking swinger, sko, ég held að það sé ekkert... Hvað heitir þessi hingæðin, Fluffy gæðin? Samuel Allard. Og hvað er hann hávaxin, veistu það? Nei. Þið spara mótið Antoni, það var bara... Það er svona predictable, þú var að spara mótið sömu gæðum aftur, þú byrjar svona að læra á þá, ekki hindilega ná að geta eitthvað mótið en bara skilja þess hvað þið eru að gera. Og þetta er oft sama, hann kemur hérna, gera ekki neitt og svo allt bara búm, búm, búm! Bara svona gott hefmoment, maður nær ekki að gera neitt, sérstaklega ef maður er mikið hávaxin hann og þá bara búm! Og ég þetta stundum bara svona humma og höggum þetta, bara gríðilega högg, sko. Hann talar líka að hann fíla bara að mæta stærri gaurum með meira reach og þetta bara hendar honum Já, þetta er bara, hann lendir þessu miklu oftar en lengri gaur lendir minni gaur. Anton sagði samt í ykkur viðtala við mig að þetta væri lágvaxinn gaur. Já, þeir eru svolítið svona svipaðir í holdafæri. Já, ég held það, sko. Ég held að Anton sé bara massaðri. Já. Ég held að það sé munurinn. Anton er náttúrulega bara physical specimen. Hann lítur sko baki á hann og lítur út eins og þessi mynd Ninja Turtle skil aftan á sér. Já, hann er bara... Bakið á Antoni er svaðalegt. Já, bara... Eitthvað meira Samuel Beton á þetta? Nei, jú, bara Ninja Turtle skil og sitt e-postnúmer og allt þetta. Það er ekki bara bakið, það er bara allir vöðvarnir. Hvaða vöðvar finnst þér flottastir á Antoni? Anton er tútuna náttúrulega. Já, hann er með svaka bassakildur, sko. Hann er með svaka tútur, sko. Þetta er svo kortir í eitthvað homma-podcast, þetta er rosa gróft, maður. Nei, en hann er bara, hann náttúrulega æfði þarna kraftliftingar áður en hann fór í MMA og hann er bara, hann er bara svo þykkur á alla kanta. Já, hann er huge. Mér varst ekkert fyndið við þetta sem ég sagði. Hann er ekkert... Hann er... Við erum að ganga í 3 klukkutíma, skilur það bara komin galsi í 3 tímar? Já, Damn! í 2 klukkutíma og 15. Damn, son! Það er komið líkt af svona swamp asses og svona. Já, ég er alveg svona adjusting á rassinum, á stólnum, skilur. Já, ertu hann sveitur? Já, svona, þetta er leiðastól, sko. Maður limdir stóla. Það er þetta klassíska. En hérna, fleiri holdafærsgreiningar á Antoni Smára, byggjum minn? Nei, ég er góður, bara. En Nonni, en Mjöðminn har hann. Hann er með, þokkalega með mér, hann Anton. Já, þokkalega með mér, sko. Anton fór, sko... Þú sér það á meðmönnum á Antoni, að hann getur trekt kraft frá gólfinu í hendurnar á sér. Þú sér það bara á meðmönnum. Já, það er góð punktur. Eru Nordic Fighterarnir inn á Tapology, veit það? Nordics, því að Antoni hafa búin að aktífur, sko. Hann tók Ara og, hvað er þetta, 2 eða 3 bardagar Nordic sem hann tók? 2. Hann tók 2. 3-3, já, myndi það ekki passa? Þeir allan fyrir hinn stóknu voru þeir hann inn á. Já, þá verður þeir. Já. 3 bardagar núna frá nóvember. Já. Hann er komið 6 bardagar undir beltið. Já. Það er alveg... Og síðan alltaf fyrsta, Iceland vs. Iceland bardagan á Glísi Final. Já, var hann... Við gleymum því náttúrulega. Já, ok. Hann mun líka búin að mæta Arabíni. Já. Eins og Jacob Kallin. Já. Þetta er lítill heimur. Já, nei, þeir er bara frá Íslandi. Þetta er lítið land. Já. Lítið land, allir leið. Já, mér finnst það svona... Já, Samuel Allard, ég veit ekki hann. Ég horfði á eitthvað 1 myndband af honum og var ekkert eitthvað, þetta er ekki gaur sem ég man eftir, sko. Já, ég get sagt eitthvað. Þetta verður 50 bardagans á innan við ári. Hann á annan bardagabókan 11. apríl í Fraklandi. Hvað er þetta með þessu upplýsingar? En í viskudómnum a browser of hvaða, internet. veist, AFC eða eitthvað flott promotion? Nei, Dual, já. Hann er búinn að vera þar síðustu 2 líka. Hann er með svona loomst submission game. Hann er mjög fljótur að læsa inn svona front headlock submissionum, eins og Guillotine og Darcy. Ég held að það verði ekki, hann þarf ekki að ágræða því. Hann lendi í seinasta Antonsmar ykkur svona funky
Headlocki var það ekki Já, hann var ninja choker Ninja choker, það var náttúrulega hefur hann unnið úr því Já, alveg pottet sko minna af ágræði núna En ég svona, finn til með Antonsmann og ninja chokinu því ég lendi í ninja choki á ADCC og það skrítið sko ég held sko að þegar Antonsmári var ninja chokaður ég held að hann hefði haldið að hann væri í gíotíni eða darsi eða eitthvað skilu Já, það virkar pínu þannig Það virkar stundum þannig eins og ég held að það væri verið að darsa mig sko því maður finnur öxlinni sína að koma þess inn og svona adjustar þannig en svo bara verið að choka grimt sko Já Þannig en hann, þessi Samuel Allard fljótur að þetta ekki gauður sem að tekur skilur position over submission skilur hann alveg til í að reyna að jumpa gillið og lenda undir eða en það bara Antonsmári hag sko Já, þannig ég held að Antonsmári muni græða mikið af því en hann svona, og hann mjög svona lúmskur í því að svona sækja högg úr vandræðanlegum stöðum svona að meðan þú ert að taka niður í gólfið þá eitthvað svona á ég að verjast eða á ég að kýla hann kýlir skilur og að þú tekur upp fótinn hans bara í einhvern single leg en ákveða bara að lyfta honum upp það lendi í því í fight skilur hann bara kom með einu löppina bara lengst upp og hann bara, ég ætla að kýla hann bara, svara hans alltaf einhvern veginn að stræka og sama eins og þegar hann lendur undir, hann strækar ok og svona, þannig að þú veist, Antonsmári reyndari ég held að hann sé í betra formi ég held að það höggþyngri en Samuel Allard á með eiga það sem hann með gott svona outside leg kick af hægri fætunum og horfði á síðasta bardagann á hann þá gerði hann það tvisvar alveg í svona byrjun og gerði svo einhvern veginn svona náði einhvern veginn að disguisa svona hægri yfirhandar nána svona eins og leg kicki eða svona hann svona kemur með svona mjög moment þannig heldur þess að fara á leg kicki og svona kemur hendin yfir en þetta tricky gaur sko Hvernig, Ísak, veistu eru mikið að skoða teip í mjölni horfðu bardagana þeirra Ég bara ekki alveg komin það djúpt í þetta sko Örugglega, ég var ekki hissa ég bara það kemst ekki á allar kemistæðingarnar en alveg pottet sko ég veit að Viktor Mjög duglegur að horfa á vídeo bara alls konar vídeo sko Já, ég hugsa að Gunni sé mjög góður að spotta svona einmitt eins og þetta með hendina eða þú veist, tek spark og hendin yfir og svona bleið Svona, ég og Gunni erum eins Já, þeir eru bara Já, nákvæmlega eins sko Já, í rauninni að þú myndir raka hérna Samt í móti Shit, hvað það væri fyndið maður Mæta Gunnar, er þú? Ég bara Nei, að fara og fá því svona Mjölnis fit líka til þess að vera eins og hann á dínunum Já Þetta, you have to do this, man Já, kannski eða væri eitthvað svona Ég veit kannski á 1. apríl eða eitthvað á eitthvað svona joke day Já, þú voru nýbúin að missa öskudeginum Ég hef Gunnar Nels Það var svo geðveitt ég var alltaf Gunnar Nels á öskudeginum Já, það var ekki geðveitt Ég meina, hann getur leikið saman leik og verið nonni sleggja Það er umulegur Hver þú? Anna Jón Fást, hver það? Hann bara, þú veist, ertu bara sköllast með mikrofón, skilur við, bara fatt allir hverju það Já, ég meina, það ekki margir sem eru bara eitthvað The Joe Rogan of Iceland Það er reyndar, það er góð punktur, sko Það er góð punktur, ég held þú að koma með annað bottom position yoga Já, Nei, þú gerði nú bara mjög vel, þú varst ógeðslega duglegur að gleysa fennan, ógeðslega flottur Já, þetta var Svo var þetta alveg geðveikt þegar Hákon tók þig hann í lokin og sagði Well, you horny motherfucker Ég hef sjálf verið jafn mikið bara Geðveikt og það er bara svona hittaði svona 20 gráður á sekundu sko. Það er bara mest anticipated bara sporting event á Íslandi main eventið og það gæti með horny motherfucker Hversu stressar þú átt eftir að verða þegar að kemur að viðtalinu Ég er búinn að minna Hákon á skilur að verður að nýta þér þetta Þú ert búinn að segja þetta einu sinni að þetta er gott content ef þú gerir þetta aftur Svo ég ætla Are you still horny motherfucker? Ég ætla að minna hann á þetta í búrinu eftir bardagan að kalla þetta aftur Kemur hann með jókabrandara Ég pæli svo mikið í þessu contenti sko fyrir hann svo það væri gott ef að myndið mitt kalla aftur horny motherfucker því að það væri komið nýtt myndband Sko ég er svo mikið pepperoni sko, ég peppi allt svona og þegar þú kemur að svona, aðdæmi svona í sem collaborator þannig að ég er komið með á minn eigin vegg á Instagram og ég kalla þér horny motherfucker ég er bara eitthvað svona King fyndi Shit sko Ég veit ekki af hverju þið byrjuðu á þessu Kallaði horny? Já Við byrjuðum ekkert á því, þú náttúrulega ert fucking horny En
Þetta bara eitthvað sem við byrjum að pikka upp á í kringu þig, bara, taka þetta í. Þetta eins og, mér stundum gott að spyrja þig. Mér minnir sko það að vera Mottumars og ég mætti í bleikum raskart á æfingu. Ok, það ekkert eðla horny move. Já. Þú veist einhverjum að lausa hana og það var bara eitthvað looking. Nei, Sæði ég með flottan bleika raskan. Já, jú, það var einmitt þá, ég manna. Þá varstu líka bara ekkert eðla græður æ. Mættur í gæluglímu tíma í þeim bóli. Nei, Og það feita stampínu bara. Í gæla. Nei, þetta má blítsa raskarði þitt. Oh my god. Damn. Shit, hvað þið eru fyndið. Passa ekki þetta ekki gott. Já. Þetta tala um að... Við vorum að tala um Barta. Já, bardaðan þinn við stampínuna Það er alltaf the real struggle sko. Það er bara það er erfitt að vera 36 ára í fullu fjöri Nei, en já, við vorum að tala um Anton Smára og Samuel Allard. Já, shit man, það er að gerast sko. Já, við eiginlega vorum, hvernig spáðu því? Anton Smári, já. 100%. Já, hefst, by way of Looping hug. Ground and pound. Já, og hann bara hjakkar svolítið á honum og bara grendar út decision. Hann er að búa þessu mikinn kraft í þessu stuttum hreyfingum. Hvað misti ég á einhverjum? Já, ég misti það einhverjum líka. Þetta er svo að sjá, þú sagðist hjakkast á honum og Nonni gaf mér svip og bent á þig svo ég myndi byrja að gera grína þér. Nei, já. Nei, en það er ekki hægt að gera grína mönnum sem skamma sín ekki. Við erum líka bara matching, sko. Hvað er þetta að gera grína bygg? Já, við erum samlega liði. Við erum líka báða með hár. Já. Það er svo óþáð skot. Já, einmitt. Mér líður svona eins og ég sé einn og báti. Já. Nei, en þið segir looping hug, Anton Smári. Já, ground and pound. Ground and pound. Já, hann er svona, ef maður þurft að segja. Það er ekki hissa, þetta er bara eitthvað að standa upp eða eitthvað bara skrifnaði stöð og Anton er bara einu litlu búk og henga hann bara önna og missa hendunar og svo bara búm. Hann hefur keppt í boxi einu sinni, tjóðvar. Já, hann keppti á Icebox. Já, ég man. Debut á Icebox. Já, hann, þú veist, Anton Smári er þannig að fucking massaður. Ég held að það sé bara ekkert mál að generata power bara. Hann getur verið fljúandi bara. Já. Sannur keppnismæður, Anton Smári. En það er bara eitt barða eftir. Það er eitt barða eftir, það er Július Bestor á móti Yasin Ári. Já. En sko þetta búri brotnar ekki sko. Sko, Já. Július er 4-6 og Yasin er 1-1. Er hann 1-1? Já. Hann er ekki 0-1? 1-1. Ó. Af hverju segir Tapology 0-1 en þú segir 1-1? Ég veit það ekki. Ég vil hérna... Það verður ljúga. Já, en Yasin, ég veit ekki hann, ég veit bara hann heavyweight og... Hann er ekki svona, hvað sagður, tannkremstúpa? Já. En mér finnst alltaf gaman að sjá þetta að heavyweight er alveg upp í 120 kíló. Maður heyrir alltaf bara 200 pound, eða þú veist, já, 265. 120 kíló, það er alveg. Þú stóra stákar. Big boys. En já, Július bara vikingur. Þetta er Star Wars reference maður. Já, tjáðu það. Tjáðu það. Þú er að geta verið dýp bara, svona sko. Július sem er reyndur. 4-6. Já, 4-6. Viti, er þetta, þú veist, amateur bardagar, er þetta mót eða? Bland sko, hann alltaf kefti 2 barda á Nordic síðast. Já, ég held sko, mér finnst það ógeðslega mikið að bördum. Já. En ámur ekki ykkur að kickbox barda líka? Jú, ég held það sko. Ég veit Það ekki. Hann er... Ég er svo forðan að spyrja þess, ef hann að hlusta, ég er svo forðan hvað sagan Július er sko. Já, hvernig er það? Þú veist, hvenær flutti hann til Íslands? Ég veit ekki. Er hann uppalinn á Íslandi eða? Ég er enda Hann er frá Þýskalandi. Hann er þýskur, en talar mjög góð íslensku sko. Já. En samt eitthvað svona vandræðilegu með hann á og til. Nei, hann spyr bara, hann segir bara eitthvað, þú veist, bragð mikið og svo bara eitthvað, how do I say point, eitthvað svona. Segir ekki eitt flókið orð, svo bara eitthvað, hvernig er eitthvað einfalt. Já. En þú veist, hann er bara mjög góð íslensku. Já, það er alveg að halda samtali við hann sko. Já, ég hef eitthvað svona alltaf að nappa hann með viðtal og hann bara, getur gert það á ensku. Já, hann vil viðtölu á ensku sko. Já, skiljanlega. Þá segi ég, þú veist, vandræðilegur svona. Hann er flottur. Það hafi lent í höggi frá honum. Nei, váka ég er ekki til í það. Ég sparra hennar gæja. Það er líka, mér finnst það virka eins og svo gæja sem myndi ekki taka tillit til þess að ég væri minni. Ó, nei. Nei, já. Ég mitt held að hann myndi sko virða það svo mikið. Jú, hann er ekkert eitthvað löðrunga mig, en þú veist, hann er alveg bara, þú ser fótinn koma, ég sverði að guðs, ég heyri svona,
þú veist bara svona trúkar svo bara BOOM og ég bara shit fyrst ég svona striking mitt ekki mitt strong suit og ég var eitthvað að sparra við hann svona alveg svona árið síðan og þetta var bara jump, jump, jump high kick, boom, boom, boom svo ég bara átti ekki break og svo eftir það bara og vinna head movement bara non-stop síðan og það var svona var að sparra hann daginn og Matthew kom yeah, you go first round with Julius nei, Julius, ég er eitthvað dansandi og eitthvað music svo kemur Julius Isaac og ég bara fuck tek við hann og svona schooling sem þú veist er svona play sparring basically það var ekki play sparring sko það var bara, ég var bara berjast upp og líða dauða sko það var svakalegt sko Það er erfitt líf á móti Július þess að já, þú veist, ég veit, hann er ekkert kemur okkur svona, hann kemur bara hérna og það er svo stór og þungur tekur svo lítið fyrir hann til að bara búa, þú veist hann 60% högg er bara mitt 100% eða 40% högg, það veist bara munur svo mikið, það bara, þetta er rosalegt sko En það er mikill reynslumunur á móti þess að Júliusi og þessum Yasin Ári Er það ekki svona líkill þáttur? Jú, í þessu en það var gaman að sjá náttúrulega Yasin ég reynda veit ekki alveg hvað hann er hár en hann lúkkar minni En hann er með hárið, það ekki? Jú, hann er með hár sem betur fyrr En hann er minni, er hann svona bumbuhefið og það er ekki mynda hann já, þetta er tangarstúpa maður þú veist, hann er sá sérstæðanlega þetta er massaði gaur sko jú, ok, já Nei, hann er hann er alveg með defined six-pack six-pack, hann er með defined maga og hvið Nonni, vilt þú Maður fá mjöðmagreiningu Take it from here Ertu með glirurinn? Já, hvernig finnst það sem er mér? Já, bara Myndirðu fara í jóga með þessum? Bara strömlínulega, sko, ekkert að frétta, skilur bara ekkert judo, sko Hann er með 2 svona lazy eyes 2 svona lazy eyes? Hann er allar með 1 latt auga Ekki er hann með 2, er hann tileiður á báðum, eða bara latt Sjá, þú var að passa símanum hérna yfir til Ég er 21 Sko, ef þessi gauðar myndi bara heyra podcast okkar hvernig hann myndi tala þá bara Hvernig myndir þú lýsa þessum augum? Hann er alltaf svo pandabjörn í fíl eða, veistu hvað mér? Svona leiður pandabjörn Hann er ekki með skila niður Hann er með svona resting sad face Já Hann er svona þreyttur Já, hann er svona permaþreyttur Langar ekki að borða Já Þessi er búin að taka svona 800 nætu á þessari röð svona. Já En já, það er gaman að sjá Sko, með af myndina sem er hér þá nær hann ekki yfir búrið Július nær yfir búrið Já, myndin sem ég er með þá rétt nær kollurinn á honum Já, en er þetta ekki svona? Ég veit ekki hvernig myndin er tekin eða myndin er tekin augnað svo ef þetta væri tekið Július þá ætti Július á myndstandveiði sko Svo hann virka minna Július það náttúrulega er honum í hag væntanlega minningurinn skilur að geta verið í litlu búri pressa hann upp við Ég held að ég er andurs ekki terrifying guy og Július það er svo fucking huge fucking risaðin vingatatú þetta er alveg bara skelfilegt sko. En Július lenti í smá vesinni þarna á Nordic svona litlum þyfnum boxara svona clinch boxara Já, svo það er spurning hvernig það var svo svaka smooth boxara Kurti, hann var svaka það var til dæmis gaur með bumbu hann var bara svo góð boxari maður hann var svo ókessla smooth En ég get ekki trúa því samt að eitthvað gæði sem er 1-1 í MMA sé að fara að átstræka Július Nei það er réttistur ekki hjá mér sko. Nei, ég er sammálaður ég myndi skjóta á Július sko myndi taka þetta Ég finnst bara Július með að spila sem leik bara halda rangeinu þetta fucking langa reach og þessi kraftur bara búið sko En svo er svo grilla við MMA að bara það getur bara ekki verið þinn dagur en það getur verið hans dagur crazy Eitt högg, þetta er heavyweight getur við allt breyst Þetta er náttúrulega fyrsti heavyweight bardagi í sögu Íslands náttúrulega Já, alveg, shit Þá eftir light heavyweight Logi að taka fyrsta middleweight minnum mig Það hefur bara farið alla leiðina upp í bantamweight það er líka fyrst skipti Svo það er alveg Við erum konum með alla þyngdaflokkuna Já, á eftir light heavyweight Sem er Hvað er light heavyweight tungt? 90 kilo Já, byrju middleweight 86 94 eða eitthvað Já, middleweight og svo welterweight Já, middleweight, light heavyweight þetta er 185 205 pounds 2 kilo maður sjá hvað ChatGPT segir mér Er það ekki 100 kilo? 20 pund yfir Er ekki 100 kilo? Okkur ChatGPT svona lengi Já, ég segja 90 Nei, 99 kilo 92 kilo, 93 kilo Já, 93 Já That's 205 Já Nonni var að tjekka á kjærstinu Tjekka á jókaðinu Aðeins á finnst þá I like that
I like this. Þessi að fletta upp jógurtínni. Já, baby, roll out the mats. I like this. Heldur betur. Tilbúin að vera undir. Já, ég bottom player, sko. Ég veit. Ertu að vinna á gardinu á mótinni? Já. Ertu með henni í fluginu svo allt henni var búin að triangle, hún bara... Já, snúa. Tek bakkið. Já. Það er ekki að vera flókið, sko. Það er bara að vera sneaky. Herru, ekki reyna, don't come at me, bro. Nonni gæti verið góð hjónabandssálfræðingur. Já. Ef ég þyrfti ráða, Þú myndi alltaf koma til mín geti. Það væri ekkit galið að leita til nonna. Nei, ég veit ímislegt. Já, það er rétt. Veit ímislegt lífa og tilhöruna. Lifa er. Já, á góðum nótum. Já. Herru, já. Hvað er að fletta upp? Hvað? Hvað er ég að fletta upp? Já. Ég var bara svona aðtöða eitthvað hérna. Já, ok, Það sem maður er búin að seifa í fóldrinni við vikuna, eins og ég gerir svona í lok þáttar. Ég skil ekki. Þannig að þetta er fyrsti bardaginn, eða ekki, það er heavyweight bardaginn sem opnar kartið. Jú. Glæsilegt. Það er bara... Djúvill, er þetta að halda aðtekli svona lengi í maður? Já, hvað eru við í löngum tíma? 2,5 tími. Já, næs. Nice. Glæsilegt stöf. Ég ætla að fara að slá botnin í það. Við spáum örugglega allir Júlíusi sigri. Já. Bara fyrir lengdina og reynsluna. Það er eiginlega... Og alltaf hestuflin tattúunum, sko. Já, ég ætla að segja það. Heyrðu, ég var að tala daginn, hann er með svona tattoo, Black Magic tattoo á fætinum. Black Magic. Svartakaldur eitthvað. Út af því það má hann löglega ekki keppa í íslenskri glímu. Út af þetta tattoo, þú veist, eitthvað svona, hann vinnur alltaf barda út af þessu merki, eitthvað svona. Þá bara má hann ekki keppa í íslenskri glímu. Íslenskri glímu? Já, með beltið Já. Hann bara má það ekki út af því. Veitu, eru eitthvað reglur í því? Já, bara eitthvað, það er með sig eitthvað svona, þetta er bara galdrar. Já. Það telst bara með í því. Magic bara ekki left. Nei. Eins og bara ég er í Braska og hana Potan. Já. Galdra eitthvað. Það er þetta alveg ógeðslega myndi, ég þarf að skoða það. Svona hjátrú í glímu. Já. Íslenski glímu, líka bara eitthvað eins og það er eitthvað mikið at stake, sko. Já. Það er svona, íslenska glímun er svo stránkeiðaleg, sko. 5 gæðir öðlunum, hann er með tattoo! Ég var að reyna að beita honum hérna íslensku rassabræði en hann er með tattoo, það virkaði ekki. Já, þetta er svo fyndið sport, sko. Þetta er svona, eitthvað svona bóndasport sem að verður að einhverju svona þjóðar, íþróttar, stolt rugli eitthvað. Þetta er bara mikið smásál í þessu. Herri, geðveitt. Við erum eiginlega bara búin með Glazing Fight skálan. Já. Við þurfum aðeins að ræða bikarmótið. Já, bikarmótið, já. Og já. Þannig að við gefum ykkur færi á að abandon ship, stöðugur. Grazie. Tökum hérna smá pásu, bara 4 mínúta pásu og ég þarf að pissa. Ok. Ég er bara vel að pissa. Þetta er hann að monster. Já, og brúsan. Damn. Fylla brúsan. Já. En þá minnum við bara hlustundur á að þetta er bara að bresta á. Þetta er bara næstu helgi á laugardaginn. Ég er að byrja síma og spennu. Fólk þarf að Hvenær er þessi þátt í gefin út? Bara núna er live, bara við erum bara live. Svo endur streamið þar bara tilbúið strax. Svo fyrir þetta bara á Spotify fyrirmáli. Nice. Heldur betur. Það sem er skemmt. Snill. Og þeir á Spotify fyrirmáli. Snill. Herru, við bara taka aðeins að koma svo hvað. Það var virkilega gaman. Skelltu það áttur. Ég er náttúrulega veit svo mikið Glazing Fight, sko. Ég er á sérfræðingur í þessu, sko. Já, en kemur með svona þitt input og traumatískar æfingarsögur. Ég er með full þörri, sko. Vonandi get ég sagt næst bara, já, sko, ég gerði þetta við Júlíus. Já. Þegar þú debutjar og kemur aftur og segir svona hvernig þú ólst upp á dýnunum. Já. Gaman að þessu. Herru, við tökum smá pásu og komum svo aftur. Við vörum með spori. Takk fyrir stafur. Ég með nilla. Veist þannig að horfa á það far. That's my ass. Ass? Herru, gæti verið að kuppurinn hafi verið fullur eða? Hæ? Gæti verið að kuppurinn hafi verið fullur eða? Tæmur hann ekki? Stendur alltaf hérna hvað er mikið eftir hann? Nei, já, hann er fullur. Já, ekki. Já, bara þurfum við að ekstrakta úr. En það er sko, YouTube er það ekki gangi, sko. Já. Það með ekki segja neitt. Já, ekki fara að baktala neitt hérna. Svo ég var að sína rassafarum mitt. Já. Og ég var að fara heim með nilla það. Það passa sig hérna. Heyri, wow. Ég var að voice-krakka það. Herru, bara við sjáumst á laugardaginn. Já. Það verður klikkað.
Takk fyrir að bjóða mér. Herru, já, bara geggjað að fá þig. Hvað er það? Komst Feykir ekki? Hvað? Ég veit ekki, hann bilaði bara. Ég veit ekki alveg af hverju. Herru, Takk fyrir. já, sömuleiðis, við sjáumst. Þannig að ekki fara á klósitið eða eitthvað? Þetta kúka. Eru mæskornir í skýtnum? Takk fyrir mig. Við sjáumst. Getum við þá græða bara hljóðið úr YouTube? Já, það er ekki bara það. Ok. Herru, erum við að fara að taka UFC líka? Erum við bara að fara... Tökum bara byggum þetta. En ekki bara. Hvað erum ekki dröll þetta UFC? Við getum kannski, veist, ég... Við erum live á YouTube. Ég ekki eins og bara að horfa á Strickland. Þið ekki að horfa á Strickland? Nei. Gaur. Það er galið. Já, það er enda galið, sko. Herru, hvað, er ekki a bunch of hours núna? 12 plus hours. Jú, en ég meina, þú veist. Við þurfum ekki að diskutera hvernig við ætlum að gera það hérna í beinni útsendingu. Gaman að þessi. Herru, ef við ekki bara... Þetta má alveg vera svona. Hérna, geggjastöf. Djúður erum búin að tala mikið með þér. Þetta var rosalegt. Bigamótið sko, það var svona eitt og annað í þessum bigamóti. Fengum nokkra bigameistara og vorum með það skráð eitthvað hverjir. Það var hérna Ísak Guðmundsson, bigameistari, voru bigameistari. Tristan Stiff varð bigameistari líka, Kormákur Steinn og Magnús Kolbjörn. Magnús Kolbjörn, já. Og eru ég að glemma einhverjum? Alveg bátt þetta ég að glemma einhverjum meirum. Erum að gleyma Gautimár Gautimár, já. Frá Nefnverkafélagi Reykjanesbæjar. Og já, það er ekki svolítið það. Jú, já, alveg held að hérna, Pétur Gunnars gæti ekki barist þarna móti Gauta. Hann hafði séns á að verða hérna, bikarmeistari. Já, hvað gerist þar? Bóðir dró sig úr keppni eftir skandalinn frá fyrri deginum. Við getum kannski að rætta það. Einmitt. Þeir lentu þarna röngum megin við 2 klofnar ákvarðanir í barðanum hjá Kolla og Sigurjóni og svo hjá Kormáki og Míhail. Sko ég skil alveg pirringinn af því að mér fannst eiginlega Míhail vinna og Sigurjón vinna sko og var kannski svolítið svona óheppilegur dagur hérna fyrir bóðismenn. Já, það er svolítið súrt sko að tapa 2 split decisions. Verður að segjast. En ég fekk send skorkortin. Já. Nú reyn tíman. Herru, hérna, það er að segja eitthvað skemmtilegt og menn ég finn það. Ok, hérna já, svo var náttúrulega VFBC sem tók hérna nefnilegafélagi Kópavog sem tók liðsbikarinn fyrir flesta bikarmeistara og það voru 3 frá þeim. Já, mér fannst það áhugavert sko að mér fannst svo margir frá VFBC að keppa og svona nefnilegafélagi Þórs átti ekkert sens ekkert á þessum bikar og nefnilegafélagi Reykjavíkur hefði aldrei átti sens á þessum bikar heldur að því að fengi ekki nóg mörg möts, skilur. Var ekki bara Símon sem var þá 4. þáttakandinn frá VFBC? Jú, þetta var aðeins öðruvísi mót sko. Minni þáttaka núna heldur en síðast sko? Já, smá svona diskondirandi vandi sko HNI. Voru í alveg svona fáir sem að skráða sig að því að mér fannst ég heyra meira svona kannski að fólk var ekki að fá möts eða var þáttakan svona léleg að því að þú veist það var metbardar í fyrra skildist mér
og svo svona gerðu eitthvað breytingar á mótinu og erum með svo dag 2 og dag 3 back to back og dag 3 þá 2 vorbyggarsmótsbardagar eða 3 og 1 sýningabardagi og þetta ekki 4 bardagar á lokadeginum? Já. Voru þetta ekki bara 3? Já, 3, það var 2 á byggamótinu og 1 sýningabardagi sem er svona geggjaður. Já, geggjaður bardagi sko. En ég er að diskutera sko hvað er skrítið hvað er fáið bardagar hann undir lokin skilju. Já. Að þessi dag 3 var ekki neitt þannig ég er svona velta fyrir mér sko að þið gerðu breytingar á móta fyrirkomulaginu er þetta betra fyrirkomulag heldur en þetta var? Þetta er kannski auðveldra fyrir mótsaldra. Já, það var þægilegt sko, það var auðvelt að setja upp og taka niður sko en er það sem maður verið að miða skilju? Er maður það svona, herru, ok, við þurfum að halda Ég meiri stemming að hafa þetta bara 2 gegn frest alltaf og eins og þetta var sko. Já. Mér fannst það hefnilega. Það verið mótoröður sko. Já. Mér fannst það svona, já, ég hef efasemdir, ef ég væri í HNI, myndi ég fara aftur að hvítu töflunni og skoða aðeins þetta fyrirkomulag. Og svo skilst mér með það sem ég heyrði skilju að væri það ekki haustbyggamót. Já. Að bara eitthvað svona nú er bara eitthvað hálft boxár bara búið. Já. Stutt í næsta mótsand. Já, það er alltaf háfa open. Já. Hvað, 20. Já, helgina þannig 20. annan eða eitthvað, ekki? Jú, 2 dagar. Það var einhver stemning sko. Herru, en ég fann það, ég kemst e-mailið hérna í símanum mínum. Dómarnir, sko, fyrir sko, aðal dramatíkina, það var náttúrulega Magnús Kolbeinn á móti Sigurjóni Guðnasyni. Það er Magnús Kolbeinn sem vinnur viðuregnina á split decision. Já. Það verður til þess að Boadísmenn, Nikita og fleiri, það verður bara allt sturla, skilur. Það er einhverju stólar sem fá að fjúka og menn eru mjög ósáttir og þeir draga sig út í keppni á 3. deginum. Og ásaka bara dómarinn trúðaskap, skilur. Bara after this days referees clowns eitthvað. Man ekki nákvæmlega hvað hann sagði. Draga þessu út. Og sem er gott að blessa, alltaf enginn að neða til að berjast. En þetta er, þú veist, 29, 28, 28, 29, 29, 28, þú veist. Það er, þú veist, allir dómarnir gefa Kolla fyrstu lótu. Allir dómarnir gefa Sigurjóni aðra lótu og svo er síðasta lótan splitt lóta með 1 stíg. Og það er sem sagt 10, 9, 10, já, svo að dómari nummer 2 sem að sér þetta 9, 10 fyrir Sigurjóni, sem gefur sér Sigurjóni. En þetta er bara eins tæft og þetta verður. Já. Þú veist, það er bara, sjá allir dómar þetta eins, nema 1 dómar er ósammála í 3. og síðustu lótunni. Þannig að þú veist, og þetta var alveg jafn bardagi. Þú veist, hvernig sástu þetta fyrir þér? Þú veist, fannst þetta ekki jafnt? Fannst þið Sigurjón vinna þetta? Ég var Sigurjón vinna lótur 1-2, allavega í momentinu sko, ég hef ekki horft á þetta aftur. En jú, mér fannst Sigurjón vinna 1 og 2. Mér fannst allavega svona komandi inn í 3. lótu bara að Kolli þarf 10-8 lótu til að vinna þetta. Sem ég fannst hann ekki gera, þannig að það kom mér óvart sko. Já, en þú varst sammála því að hann hafi unnið lótuna? 3. Kolli? Já, mögulega. Já, það er bara, þetta er svona eitthvað, ég var ekki eitthvað hissa í það, það var alveg svona split decision, það var alveg svona split decision þegar af þessu sko. Já. En málið er að, þú veist, Sigurjón hittir þessum svaka stóru höggum sem að, þú veist, hafa ógeðslega mikil áhrif en, þú veist, þau náttúrulega telja ekkert meira heldur en öll önnur högg. Nei. Þannig kannski mögulega var Kolli að ná inn höggum þarna og svo koma þessar stóru sveiflur á móti og maður er bara, damn, þetta var eitthvað svakalegt og svona, þú veist, hallast á því að Sigurjón sé að taka þetta. En dómararnir með náttúrulega ekki láta það trufla sig, þeir eiga bara að telja stigin. Já. Þannig að, það er erfitt að skora boxbardaga stundum. Það er erfitt. En ég sótti Sævar Ingi, dómari, sendi mér skýrsluna, þess að skórkartið og ég baði hann að senda mér svona meldingu, en ég ætla bara að spila svona hljóðbrot frá dómnefnd HNI. Nice. Dómgæsluliðirnir eru 3.
Það fjöldi löglegra lentra högga, það stjórnun á hringnum og það sigurvilji. Fyrsti liðurinn mikilvægastur, það hvor að lenda fleiri löglegum höggum. Dómararnir þurfa að fylgjast með og telja og halda utan hvor að lenda fleiri höggum og þeir verða að vera vissir að þau séu að lenda löglega. Það má ekki lenda til dæmis innan á hanskanum eða aftan á hanskanum. Það verður að vera að lenda á með hnúasvæðinu. Númer 2 stjórnun á hringnum. Hvor það sem stjórnar hvar höggaskipti eða engin höggaskipti að fara fram. Og númer 3 þá sigurviljinn. Hvor að sýna það í verki að hann vilji vinna. Það svona ef að hinir liðirnir eru bara alveg jafnir, þá horft til þess hvor að sýna það að hann ætli að vinna viðureignina. Þetta það sem að dómarar þurfa að taka inn í myndina í hverri lotu fyrir sig. Lota 1 fylgir ekkert inn í lotu 2 og lota 2 fylgir ekkert inn í lotu 3 stigalega séð. Ok, þannig að þú veist, það sem kemur svolítið út þessu þú veist, fjöldi löglegra högga. Þannig að þú veist, má ekki vera aftur á hanskanum, má ekki vera slapp, en það þú veist, ég man ekki, þú veist, það komi eitthvað skipti þar sem að keppinunir, þú veist, þar sem að þeir fá svona áminningu, þú veist, ekki slá með núna lógunum og eitthvað. Og þá er það að segja, ok, komum á þung högg, en ég til dæmis, þegar ég horf á boxbardagann, ég fylgist ekkert nógu vel með því hvernig hanskinn lendir. Ég bara einhvern veginn horfi miklu meira á hvort að hanski, hvort að þú veist, andstæðingarnir hafa mér hanskan fyrir og hvort að það lent clean. Þannig ég sé alveg fyrir mig sko, ef ég næ clean slappi á þig, þá svona áhorfandi eins og ég, eða lýsandi, ég hugsa bara geggjahögg. En dómararnir eiga að vera naskari og svona, já, bara þetta var ekki clean, þetta telur ekki. Af því að hann tala alltaf svona lögleg högg. Þannig að ég held að margir sko pæli ekki í því hvort að höggið hafi verið löglegt. En það var líka mikið í þessum bardaga sko, fannst mér, að þeir voru eða svona setja ennið í bringuna og svo er bara skriðsund. Og það kannski, þú veist, trillt og þeir finnst þú vera með ógeðslega mikið momentum, en hversu mikið af löglegum höggum eru í svona skriðsundi? Þannig að svona, það alveg vinkill. En mér finnst ég verð að segja að mér finnst út í hött að taka eitthvað svona trilling og draga svo úr keppni að því þú tapar splittis í þessum bardaga. Leiðilt fyrir Pétur Gunnars allana. Já. Hann átti séns á að verða meistari. Já, einmitt. Þannig að svona já, en þú veist, það var eitthvað sem ég gaman að vita skilju hvað Nikita finnst. En, þú veist, var þetta svo afgerandi, þú veist, allir dómararnir sjá bardagan eins, þú veist, lóta 1 og 2 sko. Þannig ég svona og mér finnst þriðja lótan alveg svona sanngjöld splitt lóta, skilju. Þú veist, það má alveg hérna horfa á þetta aftur, þetta eru komið inn á Iceland Boxing og það er líka hægt að horfa á þetta bara í streaminu með geggjuðu kommentari. Þannig að hérna mér fannst það þegar það var að vera að lesa upp dóminn, það fannst mér Kolli vera bara svona please, Sigurinn var bara svona já, eða það ekki. Og þú veist, svo þú veist, þegar Kolli og þú veist, bara Sigurinn strunsaðan í burti, bara djús kjaftaði og Kolli var svona hæ, alvörunni, þú veist, og mér fannst alveg svona svipað på teiningum þegar það var að lesa dóminu um Míhail og Kormáki, svona þú veist, Míhail er bara svona, já, það er ég, er það ekki ég, og Kormákur var eiginlega bara svona, hvað ég stóð mig ekki nógu vel, einhvern veginn, og ég heyrði líka Kjarra segja að Kormák lega lappa út bara að þetta var nú ekki alveg framistæðan sem við vorum vonast eftir. Þannig að svona, þú veist, ég held að fæturunum sjálfum hafi liðið eins og útkoman ætti að vera önnur. Já, þeir upplifa sig örugglega sviknir sko. Já, og ég skil það sko. Þú veist, maður skilur þetta alveg, skilur við. En ég er svona bara, velta fyrir mig hvort að þeir gerir sér grein fyrir í mómentinu hversu mikið af þessu er lögulegt og hversu mikið af þessu er kannski eftir regluverkinu, skilur. Hvað sagði hann, lendhögg,
hver stjórnar hringnum og sigurvilji. Þú veist, eru þeir með allar þessar 3 breytur einhvern veginn á hreinu? Eða þú veist, ertu bara eitthvað svona, já, ég stjórnaði hringnum betur og ég sýndi meiri sigurvilja. Eitthvað. Ég veit það ekki, ég bara, já, ósammála svona, þú veist, þetta er lítið mót, þetta er byggamót og það er alveg svekkjandi að tapa á eitthvað og það er alltaf svekkjandi, þú veist, ég hef alveg verið að glíma og andstæðingur minn, þú veist, fær gefins 6 stig og ég, þú veist, tekið að með 4 stig, skilur við, út af bara eitthvað svona dómarinn í ykkur bulli og maður verður pirraður og þetta verður úrslega leiðilegt. En mér samt skrítið þegar heill klúbbur svona dregur svo úr keppni. Af því að þú veist, ok, Sigurjón er kannski, segjum að Sigurjón sem rændur, af hverju þarf þá einhver annar keppandi úr klúbbnum að missa sitt tækifæri? Eða eru þau bara svona alfarið að gefa skít bara í H&I og þeirra mót? Já, þetta er statement. Já. Þetta er klálega statement, já. En ekki, þú veist, já. Ætlar það ekki að taka þátt næst? Ég hugsa að það get ekki verið það langræknir að búa til boxingklub ætla bara að draga sig úr keppnum á Íslandi, sko, það getur ekki verið. Nei. En þú veist bara, mönnum var þarna heitt í hamsi og skilur alveg pyrringin, sko. Þú veist ekki að afsaka þetta dæmi allt, sko, viðbröðun og það. En það skilur maður pyrringin og veist, mér leiði þannig í mómentinu svo Sigurinn hafi verið svo dýrlasökin, sko. Já, þú veist, ég er svona bara, ég skil alveg að það sé pirraður, en það, þú veist, þetta bara splittir sig sem bardaði, þú veist, muna 1 stigi hjá 1 dómara. Þetta er svona eins tæft og það gat orðið. En mér varst allan að vel gert hjá dómurunum að senda okkur svona pillu og útskýra sitt mál. En mér skildist svona eftir dómarafundin að þá voru þeir samt alveg svona, þú veist, þeir voru sáttir, þeir upplifðu ekki eins og þeir hefðu gert einhver mistök eða það hafi verið eitthvað svona rán eða eitthvað. Bara, þetta snerist bara einhvern veginn lögleg högg. Já. Ég reyndi alltaf að hlaupa eftir Nick og Sigurjóni og bauði mig viðtal beint eftir þetta gerist, en þeir voru ekki alveg til í það, sem ég skil mjög vel. Já, þeir voru ekki á þeim pólnum. En ég langaði samt bara að spyrja, ég vissi ég fengi líklega nei, en það hefði verið content, sko. Það hefði verið gott content, fá bara eitthvað Sigurjón í kynnti alveg bara brjálað, sko. Þeir voru líka alveg brjálaðir, ég var líka allt góð í skil og bara hvað ég Sigur, ég sá alveg voru það brjálaðir að ég ætla ekkert að vera þarna of lengi, sko. Það voru lent illa í því? Nei, bara ég vildi ekki vera böggandi. Nei, ég skilji. Það er skemmt þetta. En já, viltu Mér langar að tala Hilmar og Tristan, sko. Þjóðvill er gaman að horfa á þess að gæja boksa. Það er bara hver einasti